Góða kvöldið og velkomin í Ljósleiðaradeildina. Já, við erum hérna búin að standa vaktina í helviti langan tíma. Þetta er 5. umferð, Jón. 5. umferð, því verður þetta fljótt að líða. Já, þetta er nefnilega fljótt að líða. Nú skal ég svo segja þér það. Þetta er fljótt að líða. Ó já, já, þú veist, ég var 18 ára fyrir korteri síðan. Ég er það svo sannarlega ekki lengur. Ég er ennþá 20. Það er bara fakt. Það er bara þannig. Nákvæmlega. En fyrir þá sem eru heima, við erum að byrja 5. umferð núna í þessari viku. En það er önnur umferð sem verður spiluð á laugardaginn. Það er ofur laugadagur og hann byrjar klukkan 5 hérna niður í arena. Við verðum hérna með góða gesti, ég og Jón. Jón fær sófan, ég fær sætið. Það vinnur einhver í því. Já, það svo sannarlega. En já, það eru 2 umferðar sem verður spilað í þessari viku. Þannig að þetta er mjög spennandi vika til að túna inn og horfa á Twitch eða Stöð 2 eSports. En í kvöld, þriðjudagur, það er 10. Það er október. Hvað erum við með á dagskrá? Það er nú að leikjum. Það er FH Dusty og það er Ármann IA. Sko, á blaði, Jón, þá verðum við að viðurkenna að þessi leikir, þeir eru kannski ekki mest spennandi leikir í heimi. Já, ég geti sagt að seinni leikurinn sé það. Já, það er nákvæmlega þannig. En annað sem það minna á er að sko, það er eitthvað við líka FH, þeir eru segir. Já, algjörlega. Og Dusty, þeir hafa verið að gera ágæta hluti við þeir vinna IA í senstu umferð 16-7, Sögu 16-12, en við getum verið að fá þennan leik. Já, algjörlega, og við getum einhvern veginn aldrei kantað FH úr neinum leikjum. Þetta er bara þannig line-up að þeir geta bara allir skotið sig í gang og geta allir unnið þessa leiki. Já. En að sama skapi er þetta að segja það saman Dusty. Já, vissulega. Það er... Já, við erum byrjað að hallast það að þetta sé eitt af hæfileikaríkustu liðinu bara enn og aftur. Já, það er bara klikkar ekki. 2-9 og það er bara alltaf virka. Já. Hinn leikur er náttúrulega Ármann IA. Það verður skemmtilegur leikur og við sjáum Ármann, þeir eru aðeins öðruvísi bragur yfir þeim heldur en svona yfirleitt og við getum rætt það kannski þegar næsti, þegar við förum yfir þann leik. En við eigum stöðutöfluna. Og svona standa stigin eftir 4 umferðir spilaðar. Það er lítil breyting á toppnum. Dusty hafa bara verið þar eiginlega bara frá byrjun. Rótgrónir, en það eru 3 sæti þarna fyrir aftan. Þór Tension og Ármann. Tension. Fyrir þá sem er að túna inn núna í 5. umferði fyrst skipti. Þetta kemur mörgum óvart og því að ég held að þeir séu komnir yfir tótalstíðin sem Tension náði í seinusta ári. Já, gott ef ekki. Eða allavega jafnir. Já, og síðan Ármann en þeir eru jafnir Tension í plus mínus í Randif. Í lotum. 5. sæti, IA, 4 stig, jafnir FH með 1 rándi betur og síðan er Saga, Blikar og Atlantic, allir með 2 og IBVF á botninum með 0. Eitt sem er skemmtilegt og leiðilegt náttúrulega sjálfsögðu, en það er alltaf eitt lið sem er í einhverju bölvuðu brasi í hverja einustu deild í langan tíma sem að ná í stig. Já, það einhvern veginn bara endar alltaf þannig og líka einhvern veginn, við kenni að IBVF, við vorum svo sem að búast við þeim neðarlega, en oft er þetta lið sem við búumst bara alls ekki við, eins og Tension á síðast tímabili. Line-upið var gott á blaði, virkaði bara ekki in game. Já, ég meina það eru 2 af upprunalegum leikmönnum sem eru í Atlantic núna, vissulega Atlantic ekki að ríða fyrir hesti akkurat núna, en samt sem áður, þú veist, Sveittur, frábær leikmaður Hugo. Og Hugo líka. Og Leflöf. Hann var ekki í Tension, nei. Jú, til að byrja með það ekki. Var hann í Tension? Mér rámar það endilega, til að byrja með. Fyrstu leikinni, já, ég held það. Getur verið. Ég horfði á helvíti marga leiki. En ég meina, þið heima hengið mig bara ef það er rangt um mér. Það er ekki lókið. Já, aflítið bara aftur eða eitthvað. Ég veit það ekki. En já, við eigum 2 leiki til að kíkja yfir og það er bara spurning hvort við vindum okkur ekki bara í lið FH. Það er lítil breyting þar, stabill line-up sem er alltaf jákvætt. Já, algjörlega. Viktor, Wizard, Blaster, Mozart og
Pabo og já, það eru svona við erum hrifnir af Pabo. Já, Við erum mjög hrifnir af Pabo. algjörlega. Og Við erum síðan, Pabo-menn. já, Viktor að standa sig vel, nýr leikmaður í deildinni og Vissart náttúrulega bara, Vissart, hann er galdri kall. Það hefur örlítið slokknað á Mozart núna í senustu allavega 2 leikjum. Já, með þessi 3 í miðjunni vera að sko kynna sjálfur sér meðan hvernig við eigum að vera að sjá það að spila. Við vorum að taka eftir því á móti til dæmis Þórsurum í senastu umferð í Anubis. Það sást ekki blaster. Já. Hann átti 2 ránd í CT. Já. Og síðan var hann bara ekki að gera Neitt. lauk. Nei, bara ekkert. Og mikið að tattúum, of lítill fókus og já, það var bara ekki kveikt á skjánum að þess að músin ekki tengda, ég veit ekki hvað var að gerast en hann var ekki að spila eins og hann hefur verið að spila. Nákvæmlega, og fyrir þá sem að mistu að senast í sjónu eða voru með slögt á skjánum og voru bara að hlusta, Blaster var einn af bestu leikmönnunum á leiktíðinni og hann spilaði með liði sem endaði í 5. 7. sæti. Já, bara eitt af liðlegu liðunum og einn af betri leikmönnunum. Já, viðstöðu var með á gjörsamlega á bakinu. Algjörlega. Og fekk tilnefningu sem leikmaður tímabilsins, eða ræflir tímabilsins, minni mig. Já, annarkvort var það. En þú veist, bæði gríðalega stór nafngift að fá þetta á bakið en einhvern veginn hefur ekki náð að bakkað upp núna á þessu sísoni. En aðeins öðruvísi line-up vissulega, þú veist, það er ekki jafn mikil krafa fyrir hann að karja. Nei, en ég meina, mig grunar eftir að slípa sig aðeins betur saman þessi gaurar. En leið að ég gera það var þetta stór hættulegt lið. Við töluðum líka mikið Pabo, hann er mjög viltur og þú veist, óslípaður demantur í rauninni þegar kemur að því, þú veist, hann er mjög hittinn, en hann er mjög aggressífur. Mjög. Hvernig myndum við díla við svona leikmann út af því að hann er ofta að, til dæmis, íta niður rampin í Vertigo, flassa ekkert við, þú veist, þar var hann ekki smá peppina því að Dusty er að fara að misnota það. Algjörlega, ég held að ég komi bara með ólina af hundir mínum, skutlinn á hann og haldi honum bara aftur. Bara verður rólegur Pabo, verður rólegur, verður bara með einhverju sem að geta supportað þig. Því að, já, eins og þú segir, Dusty, þeir eru bara að fara að nýta sér þetta alveg í gegn. Þú veist, þeir pússar 1 drengur í line-up Dusty, þeir taka ég með glöðu geði, brosandi og rándi með. Nákvæmlega, og eitt af liðinu sem er mjög gott að nýta sér opnanir sem þeir fá eru með Dusty og spila mjög svona strategic CS og það er erfitt að countera það. Já, allir þessi gaurar á skjánum hérna, þeir þurfa allir að mæta á server, allir að standa sig vel til að vinna Dusty inn í dag. En hver þarf sérstaklega að mæta á? Þá var ég að vísa mannin. Mozart, verðum að fá hann á server. Sko já, við þurfum Mozart, en ég held við þurfum Vissart hér. Ég held við þurfum alvöru ræfler og já, gott ef ekki að næra kannski að ná einhverju tíki með deglu. Við höfum séð Vissartin ná að töfra fram eitt one-dig einu sinni eða 2 svar og ég held að það sé bráður nauðsynlegt að fá þennan strák inn því að hann, já, eins og við töluðum þetta er 3. leikmanni sem var algjörlega missing á móti Þór. Já, algjörlega og enn og aftur, þetta er gaur sem var bara frábær á síðast tímabili, bara gjörsamlega frábær og já, sennilega bara ef ekki betri en Blaster og með sögu, já, en þú veist, mér fannst hann betri leikmaður heldur en Blaster þegar heilt var álitið og hann þarf bara að mæta í dag og standa í Dusty og rúmlega það. Já, tvímælalaust. Við ætlum að kíkja yfir á lið Dusty og það eru ríkjandi deildameistarar, ekki stórmeistarar, Atlantic með þann titil akkur núna, en taka hérna inn 2 nýja leikmenn, Rafli og Pandas, hérna er Þorsteinn F eða Thor, Stebbi Koko og Edison, 3 hægra menn á skjánum eru búin að vera síðan senasta tímabili og síðan taka hérna 2 bita frá Atlantic og þetta lítur út fyrir að vera eftir fyrstu 4 umferðirnar lang heilslípaðasta liðið í deildinni. Já, og ég hugsa að þeir séu líka bara búin að æfa sig nóg, annað en margir. Þú veist, maður sér það ofta liðum þegar þeir eru ekki búin að æfa sig nóg saman. Þú veist, það komið sér klaufalegu mistök eins og að pússa einn einhvers staðar og ekki fá flass og
Þú veist, Dusty bara gera það ekki. Þú veist, þið ger ekki þessi mistök. Og mig grunar að svipan sem að Þorsteinn F. er með á þeim, hún sé heldi sár þegar maður fær hann í sig. Það er bara beltið. Já, gamla góða, ömmubeltið. Þeir tóku hérna leik, þú varst reyndar veikur þegar það áttist því miður. Já. Og ég og Einar Sim fórum inn í herbyggi hérna, við vorum að fara að spila undir Blikum og vorum að horfa á æfingaleikina. Og þetta einmitt, það er bara nákvæmlega eins og þú segir, þetta var slípað lið, mjög góð communication, það var bara allt bara tilbúið, ready to go, við vorum að spila Inferno og leið bara mjög vel saman, allir vissu hvað var að gerast og það er nákvæmlega það sem að þarf að gerast. Algjörlega og þú veist, ég veit að Pandas hann er mjög HR inn á Teamspeak og hefur væntanlega verið það inn í herbygginu líka. Reyndar ekki. Ekki? Þetta var önnur típa af Pandas heldur en að við sjáum kannski Faceit-pukum. Já, ok. Þetta er bara svona slípaður, hann er komið með hrikalega reynslubolta þarna hliðin á sér og já, hann sat þarna á vinstri vænginum og í rauninni bara hélt kjafti og gerði sitt eins og við viljum bara fá þessar pöndur. Algjörlega. En þá var það spurning með Rafleik hvort að hann sé orðin líka svona, meðan þess að vantaði eitthvað svona confidence í hann stundum. Spurning hvernig það er orðið í dag, en ég hef ekki séð neitt, þú veist, ég hef ekki getað sett neitt út af hann, bara ekkert enn sem komið er. Skemmtilegu bolti sem hún pekar hérna upp á út af því að leið og Rafleik kom í Atlantic og leið og hann kom í Dusty, þá er hann alltaf að fá stærra og stærra skotmark á sig og menn vilja sko vappar. Já. Þetta er sérstakt brít af CS-spilurum út af því að þetta er extreme svona sjálfstraust spissa. Þetta er eitt skot, ef þú feilar í, þá ertu líklega sláttinn. Og þarfst bara að bíða fram í næsta ránd og vona að þeir vinna og ná að pikka upp vappa. Nákvæmlega. Þannig að sko allir vappar sem er í deildinni, þeir segja já, ég er besti vappinu í deildinni. Já, það er bara svoleiðis. Já. Ef þú myndir spyrja Mindigrís eða þú myndir spyrja Rafle eða þú myndir spyrja Ofvir, skiptir ekki máli. Þeir halda allir þessu bestir. Þannig að leið og Rafle komst í Dusty og fekk hann risa skotmark. Já, algjörlega. Og já, þegar vappin er ekki heita skotum þá látum við hann heyra það. Og bara ósparst. Og líka, þú veist, bara ef vappin er ekki heita skotum þá er leikurinn 10 sinnum erfiðari fyrir þig. Já, og við sáum til dæmis með Atlantic þegar að LeFluff var ekki að hitta skotunum. Þeir voru bara í brasi og í brasi. Já, algjörlega. Og það er bara faktið í þessu öllu saman að það er aðeins meiri skrútni eða svona aðeins meira verið að fara í nánari atriði með vappan út af því að öll mistök sem þú gerir margfaldast. Algjörlega. Og sérstaklega að spila einn með vappan, ennþá hættulegra. Og þegar þú erð framalega eins og ég ópass á aðeinu með vappa, þá vappin komið niður hendunar hjá terrum og það er enginn sem getur hjálpað þér, enginn sem getur náðið hann og það er 4.750 krónur bara út í buskan eða bara með vappa og armor. Nákvæmlega. Og það er dýrt. Það er nefnilega helvíti dýrt. Já. Dýrt spaug að sökka með vappa. Það er bara þannig. Hver er toppmaður? Rafle. Það er líka bara rétt. Bæn. Út af því að ég elska að sjá stráka sem að byrja í deildinni og þeir eru með smá, kannski ekki svægi yfir sér, en þeir eru að standast pressuna. Algjörlega. Og svona bara silent killers. Mér finnst hann vera alveg típisku gaurinn í að bara sitja, segja ekki neitt og ná bara 4 killum í rándi og bara Easy. Normal. Easy peasy, lemon squeezy. Jón, við eigum vídeóið ekki að kíkja á það hvernig Anubis-deildin okkar líður. Já, bara ég til í það. Það kemur ekki óvart ef þetta væri Anubis með þessi tvölið. FH búið að spila Anubis helling og Dusty vilja spila það. Já. En síðan getur það verið Miraz. Já, við erum búin að sjá hérna Dusty spila Anubis tvisvar. Við erum búin að sjá þeim Miraz og Ancient hinum einn. Og mest close leikin þeirra hafa verið Anubis. Aha. Það eru 16-11 á móti Blikum og 16-12 á móti Sögu. Áhugavert. Og já, eins og glöggi vita þá er einmitt FH sem að sigruðu Sögu 16-12 í Anubis. Þetta getur orðið skemmtilegu leikur í Anubis. Já, ef svo verður. Þetta er svona lúmst. Algjörlega. Núk tekið út, það er sennilega gott fyrir bæðilið. Já, það er bara þannig. Overpass Vertigo, Inferno ekki uppáhaldi hjá liðum. Nei,
það, þú veist, breytingin á Inferno er það mikil að það þarf að læra allt í útil upp og nýtt og það er brekka. Það er brekka og við erum líka búin að sjá til dæmis einhver myndbönd af við erum farað Anubis. Sjokker. Já, sjokker. Anubis-deildin, en veistu, hún var bara helviti skemmtileg. Já. Þetta er búið að vera skemmtilegt. Algjörlega. Við ætlum að kíkja bara rakleiðis inn í leikinn þegar við höfum völ á. Það er bara beint inn í leik. Egyptaland. Algjörlega spurning hvort að Dusty hafi unnið hnífa hér og valið CT eða... Þá maður kannski bara staðfest. Hver vann hnífana? Dusty unnið hnífa og byrjuðu CT. Papo að fara inn í alobí, mollar út þristinn og þetta er ískaldur snakka. Þetta er reyndar áhugavert. Þeir sjá bara einn hér og það gæti hent allt í ruglunni á Dusty úti. Þeir eru 4 á aðeinu, bombar einhver niður á B. Takk fyrir. Langt í, ekkert svo langt í rótetið, en það eru bara 3 sem er að spila sæti í rauninni á miðjunni. Algjörlega, spottuðu mannin í miðju sem er Viktor sem er að koma í bak, far og hér sér Kókó hefur bara einfallega betur þarna. Ok, þetta er ói geralegt, Tommy. Vel geralegt, einnig tengi, Vissart nær honum og núna er þetta orðið erfitt. Bomban byrjuði að tikka, Mozart með einn en Þorsteinn. Hann loks fellur, en þetta er bara vel smíða rándana hjá FH. Já, virkilega skemmtilegt ránd. Papo fer einn í alobí, mollar út þristinn, fer síðan bara á feikar aðeð og þar eru bara allir leikmenn Dusty. Hver og einasti. Hversu miklu máli skipti að hafa Viktor í miðjunni að hæja á þeim örlítið? Mjög mikið. Delayar rótetinu inn á retakið hellingstíma og tímið er verðmættið þegar bombarinn komir niður. Það hjálpar sjálfsögðu þegar FH bara hitta skotum sínum. Hún er halda ekki áfram, en það er puss út miðju. Finna Nei, 2! Ekki svona! En Blastin er að klóra hérna örlítið baka, þarf að gera meira. Það er að gera mikið meira. Það er ennþá 4 guður á lifandi og rafli með AK í höndunum. Hérna koma þær 3. Blastin finnur 2. Geralegt. Bomban að fara niður. Það er ekki kit. Og ekki armor á Dusty-mönnum. Þetta var bara uspukaup hérna. Vissart búinn að spotta á Grennan góð eða hvað? Gera vel þarna Vissart og Viktor. Það er 2 vaffið og vaffið sem að klára þetta. 2-0, en þetta voru bara uspur, Jón. Algjörlega, þetta var stór hættulegt ránd hjá Dusty. Það bjóst engin leikmaður FH við þeim hann að púsandi miðuna, bara engin. Mjög skrítið. Já. Mjög skrítið. Þetta er actually hlutur sem er bara okkar. Já, algjörlega, en spurning hvort þetta hefur verið eitthvað anti-stratt hjá FH. Búin að kannski að horfa á eitthvað demo. Gæti verið. En við erum allan að koma inn í kaupmóti kaupið. Það er M4 A1 í höndunum á öllum leikmönnum Dusty. Edison. Sjá hver er fljótir þegar miðunum tómið molla sikkur megin. Blaster, hann er komin framalega, 3 framalega í miðju. Hérna eru 2 að fæta út Ramax á Mozart. Mozart gefur sér bara ekki. Já, hann verður eiginlega að býða eftir bakkupi bara hana. Bara ómögulegt í þessari stuðu þegar eru 2 CT að fæta í. Alveg ómögulegt, en hérna bomban 1 hér hinum einu smókin. Viktor, mögulega mistök. Já, þetta voru heldur skemmtilegt setup hjá Dusty samt að leita þarna út leið og smókurinn er að feita. Algjörlega, virkilega vel spilað á Dusty. Eiga núna bombuna inn í alobínu og meðan að FH leikmenn eru komnir inn á aðeð. Þeir geta bara samlokað aftur. Þorsteinn kom með Blaster núna. Pandas með Vissart og þá er Papo 1 eftir. Og þetta er flawless round hjá Dusty. Koma tilbaka hérna í fyrsta kaupinu. Algjörlega, munar rosalega hann á flawless roundi upp á peningin að gera í CT hálfleiknum. En Við byggir á bankan, sko. Já, gamli góði. En það er raglegt í smá tæknilega pásu. Eitthvað smá bras. Spurning hvað er að. Þarna sáum við bara hvað er að. Vissartinn, hann flög út á svona, hann hvarf. Já, hann beitt á kústinn og drullaði sér í burtu. Já, það er bara smá tæknilegt þessu. Já, hann er að endur tengjast svörunum. Já. Ég ætla aldrei að segja þetta orðið aftur. Jesus. Endur tengjast? Ekki að ræða það. Reconnecta, gamla góða. Eitt sem er skemmtilegt þarna við Dusty og setup þeirra er að þeim finnst rosalega gaman að íta þarna tengið og þeim finnst rosalega gaman að íta
alóbið líka. Já, Bara algjörlega. frekar díföld hluti til að gera, en þeir gera þetta ítrekkað. Algjörlega. Og sérstaklega ef að, þú veist, ef að terrarnir taka miðjuna af Dusty þegar þeir eru CT, þá náðu þeir alltaf alóbíinu. Allavega einn, ef ekki tveir. Bara klikkar ekki. Sem er virkilega gott play. Þegar þá innilokaru sætið svo rosalega. En deglur í höndunum á galdramanninu meðal annars. Já, vonandi nær hann að brúka hann og búa til pláss fyrir sína menn, en það byrja nú ekkert sérstaklega. Þeir eru komin með smá pláss hérna, þeir eru kominir inn í tengið, en þeir eru 3 að fara að mæta þeim allan í þessu rappi á B-sætið. Algjörlega stórhættulegt fyrir FH að fara inn á B. Þar eru 3 leikmenn Dusty. Sárt og Viktor búinn að finna einn hvor. Mólinn góður fyrir Pandas þarna. Lifa! Finnur 2, Vissart. Þarna allt of lengi, loksins náður hann niður, en HP, það er dvínandi. Algjörlega, sjáðu smókinn, það er búið að breyta honum. Pappo heppinn að lifa þarna eftir þessa grænu. Og þeir eru báðir gjörsamlega að liðast í sundur. Heyra er í þeim koma inn út, það gera er ekki. Bomba fellur. Mozart líka 2-2. Allt í svona járnum hérna til að byrja með. Já, heldur betur, en það er spurning. Það kom hann að tikk á leikmann sem hljóp ekki um smókin, en hann ætlaði bara að drífa þessa bombu niður og sjá hvort hann geti ekki fengið auka peningin. Algjörlega. En það er búið að breyta hljóðinu svo rosalega þegar að fólk leipur ekki inn að molla. Maður stundum fattar þetta ekki. Þegar að... Kemur bara eins og vatn á heita steikarpönnu. Já, Shine sagði, með minnir að það hefði verið Shine, hann sagði að þetta væri svo að vera snákar að býta í skóna. Já, það getur verið. En Raflega opnar þetta allavega, Vissart fallinn, Pappo að liðast í sundur og hann var lítið keypt inn í þetta ránd. P250 og einn degla og glokkur bara haldið. algjörlega, og þeir eru eiginlega bara að spila upp á að Dusty hendi eins mikið að Util og hægt er. Reyna að tæma Util peninginn mikið. Tæma djúpi vasana. Já, sem eru ekkit rosalega djúpir nema hjá 2 leikmönnum Dusty, eins og það er núna. Já, 2 sem lifðu hérna í senasta rándi. En farið þetta ránd flawless þá er eitthvað til að peninga. En hérna Þorsteinn F. skemmtraði stöðu með bakið í gluggan, en Viktor óheppinn hana með tæmingið. Hann kemst hins vegar framhjá, þannig að þeir eiga miðuna núna, en það er búið að stakka 2 á sitt sætið. Og maður er komin í bak, Þorsteinn Þór, hann er að leita hér í bak. Búast við því, Blaster snýr bakið þarna. Hann er með glokk. Nær samt hauskotinu. Lárir hann og fellur. Þetta er M4 til þeirra ef þeir vilja. En á sama skapið þá er bara annar maður kominn. Nei, það er enginn. Ég er að lesa vittlust á þetta, sorry. M4 liggur ennþá, ég vil ekki ná í hann. Sensinn hér. Svo sannarlega ekki mikil sens að finna neitt þarna. Mozart feldur leið og Pappo bara einn eftir með 2 í líf. Fellur hér, Rafle lokar þessu 3-2 Dusty. Það eru 3 röð fyrir ríkjandi deildamistarana og nú þurfa FH að býta tilbaka. Algjörlega verður gaman að sjá hvað ég geta bóðið okkur upp á hér. Kaupið er ekkit rosalega gott. Það er AKR á öllum nema Mozart, en það er ekki mikið að Util. Það eru 3 smókar og einhverja grenur. Engin smókum. Jú, þarna kom smókur fyrir tengið. Algjörlega. En FH sem að sigraði sögu í Anubis. Og hérna Sterkókur kemur að vaðandi út alobíð með Edison hliðin á sér. Og Blaster, hann er núna í vesinni með 2 að leita þannig. Blaster. Góð grensa þarna. Vissart, þar er komið hjálpina. Gerir það ekki. Það er bara annar kominn inn í alobíð og hann ætlar að fara að leita. Algjörlega góðu smók þarna til að bjarga þessu tímabundi fyrir FH. Og að lifa aðeins lengur hann í vatnu. Pappo ætlaði að finna grenu þannig á hann ekki til. Hérna, það grassaðir. Og það er bara allt fallið Dusty megin nema Þór, fyrirliðinn, einn eftir. Og það er bara rakleiðis inn á A-sætið. Hlaupa. Vita af Þór. Einn á B-inu, Blaster og þeir er bara á B-ið. Þetta er hættulegu leikur. Já, þetta gæti bitið við rassinn hérna.
Eða hvað? Þór Blastir gæti reynda að bara finna hann og leyfa hinum að rífraga hann. heyrði hann ekki í leikmanni hlaupa þarna? Ég nokkuð vissu það, Tómi. Hérna heyrir hann allavega allt. Þorsteinn Þór finnur bombu, finnur Blaster líka. Bomban liggur 30 sekúndur eftir. Ætlar hann bara í þetta, gerur það! Það er vappin eftir! Hvernig náðir þessu? Mollar bombuna. Það er allt eftir bókinu hjá Þorsteini. Ekki, þetta er alls ekki gott fyrir FH og Mozart. Ef með bombun á bækinu, hleypur inn á aðeð. Við satt á hann getur. Hann á eitt smók núna og núna ætti hann að Þorsteinn að vita að á sig syngur en hann ætlar að koma í bak, hann ætlar að koma í gennum lobbyið. Algjörlega verður spurning hvernig Mozart spilar á þessu virkilega erfitt hold fyrir Mozart ef hann tekur ekki eitthvað pláss ef hann ætlar bara að spila á sæt. Það gæti reynst mjög erfitt en heldur línunni hér í alabíð. Og finnur skotið 3-3 en þetta var eins tæft og að gat verið. Þið tóku bara sjensinn að fara rakleiðis á hann. Algjörlega. Héldu mögulega hann væri búinn að róta þetta í burtu? Já, ég gerir sterklega ráð fyrir því út í að þú vill aldrei pússa á Þorsteinn F. Hvar sem hann er í mappinu, stórhættulegu leikmaður sem að vinnur þessi round 1v3 leikandi. Þetta var bara eins tæft, hann flassaði sjálf á sig náttúrulega. Já, þetta Þorsteinn F. hendi roundinu frá sér með flassi. Óvart. Sínu eigin. Já, en hérna kemur bara A-russið frá FH, Kókó og Edison. Þeir eru að takast virkilega sterkt á móti þessu. Kókó í góðri stuðu hér. Spottan upp á sillunni. Flassið ekki gott. Það er tvíeikið sem að tekur á mótið þeim. Edison kom með 2, þeir ná hins vegar Kókó út en núna er það stopp. Það er aldrei gott að stoppa þegar þú ert að rössa. Ný, og þú átti ekkert map-kontról. Það er maður komin í bakið. Það er Pandas. Hann finnur Viktor hér. Naumlega 13 líf eftir á honum. Mollar Papo út úr alabíinu. Smókar þarna í vatnið sem gefur honum plásitt. Leikmaður sem ætlar að kíkja í miðjuna og þetta er vel spilað. Það er búið að bara algjörlega lesa á hana. Algjörlega lokað á inni. Þetta er óþægileg staða. Virkilega erfið staða til að vera í og sérstaklega á móti Dust í svona lið sem er eins og Anaconda í rauninni. Ef þeir vita hvað þú ert þá þrengja þér að þér nokkuð rætt og auðveldlega. Nákvæmlega góð líking þarna. Ekki? Jú. Maður er allur að koma. Ég var í skóginum í Varsjá fyrir eitt svo löngu síðan. Varst í regnskóginum í Varsjá, já. Molli inn á sæt og Grena bak við hana. Ætlum við að finna mann inn á sæt. Það er enginn. Smókar fyrir sig hér. Það var Mozart á vappanum. Papa kominn inn á sæt. Það með fyrsta. Edison kom með 3. í sínu í þessu rándi. Þannig sá við kjúkling sem er búinn að brenna. Æi. Þeir breytast örlítið þegar það er búið að brenna á. Já, gera það svo sannarlega. Skemmtilegt addition fyrir í CSGO. Já, óþarft en skemmtilegt. Það var enginn að spyrja þetta en þeir gerði þetta samt. Gerum þetta úti, við gátum þetta. Ætli einhver hafi mætt bara á laugardegi og bara, já, ég veit hvað ég ætla að gera. Rífið knæfandi líkur á það, hér kemur að Björusið. Og hér Papo með sús í hendin reyna að finna eitthvað en það eru 3 menn Dusty til að taka mótið þessu. Wizard núna einn eftir. Það verður gjössalega galdra eitthvað upp á raskatinn á sig hér sem hann gerir alls ekki. Pandas að eiga leik hér 11 frögg á honum. Já, Pandas að leika á alls oddi á móti FH. Og þetta er terma, tölum við allavega. Já, vissulega. Það hefur verið svona í gennum tíðin allavega. Íslenska senan er helviti góð termiðin allavega. Já. Plús það að þetta er örlítið, það fær svo ótrúlega mikið pláss. Já, algjörlega. Og auðvelt að spila með rotates í tíða ef að þau eru ekki góð í þessu mappi. En það er 49. önnur Grena hér sem gerir nú ekki mikinn skaða en þó einhver. En 5-3 FH þeir þurfa að fara að keyra sig í gang hér. Vilja eiga eitthvað sen síðan að leik. Nákvæmlega þannig. Þeir ætla að hópa sig núna saman og sjá hvað þeir geta gert í tenginu. Algjörlega hafa fengið
Það fengið nokkra fellur hér. En spilaði þetta mjög rólega, vilja bíða eftir að fá mann til að kíkja nú tengið sem að gera bara ekki hér. Þeir ætla að íta miðjuna, þeir hýra í Edison samt og hann að bakka. Það hart rotate yfir á B-ið Kókó, búinn að finna Mozart hér. Hér rosalega gráður þarna Alobí að finna opnanir. Hann alls ekki að kveiki sér í dag, það er reynu. Nákvæmlega þannig. Kemur vaðandi út ramma sér eða hvað. Nei, það gera ekki rosalega óákveðnir finnst mér að fá finna ekkert hér nema eitt fragg á Kókó en ekkert mikið meira það. Jón, aðeins of ákveðnir eða mjög óákveðnir. Þú veist, Vissard hann hoppar enginn smókin, það var enginn til að refsa úr tenginu, Blaster var mollaður hann í hotnið og allt backupið fyrir aftan þann molla, samt sem áður ákveður að fara í gegnum hann. Já. Þetta já, þurfa aðeins að slípa sig saman. Já, vinnur ekki leikið svona, það er á hreinu. Nei, ég meina, senasti leiku sem að FH spiluðu í Anúkis var 16-6 tap á móti Þór. Já, og frekar stór tap. Kókó, hann leikur sig bara að þessu, finna upp fragg eftir fragg hann í Alabíun og hann kemur aftur út. Hún er alveg sama. Já, núna eru þið byrjað að stæla. Já, hann veit að þeir eru að fara að vinna hennar leik, hann er með að bara skrifað í augnlokin. Ég held að hann hafi séð í... Já, ég held að hann hafi séð í Blaster líka. Já. En hér Vissard, skemmtilega staðsett, gæti náðstapa Kókó á einhverju tímasendingu, en Kókó er að horfa á akkurat þetta. Ætla hann í gegnum smókin, það er Blaster. Kókó gera mistök hér, aðeins of gráður. Blaster fær M4 upp í hendunar. Takk fyrir pent, segir hann. Þá stuð komið Mozart í miðjunni og þá voru þeir 3. Einn í Alobí og 2 fyrir utan Bíð. Já, spurning hvort að Vissard eigi að feika eitthvað eða hvort það er alltaf að gera þetta allt saman. Það eru 45 sekúndur eftir á klukkunni. Jón, svona skemmtilegt addition við CS2 tekur eftir litinum á smókunum. Þeir eru bláir eða rauðir. Þetta er hvort þeir komið frá Terra eða City. Bara svona fyrir áhorfendur heima. Algjörlega, mjög skemmtileg viðbót. En Þorsteinn búinn að finna einn hér yfir uspuna á móti Blaster. Það er kannski ekki aðskilegt. Blaster búinn að finna stór hér og finnur Pandas líka. Nær bombur þetta niður, 100% séns á því. Einn í gegnum Faro og annað sem ætlar að koma í einu tengi. Snúkur þetta fyrir sítspönu, grípur í degluna. Spurning, hvar ætlar hann að finna? Það var mollið þarna, hann hefði ekki að nota hann. Algjörlega, Blaster bak við smók hér. Edison að fara að koma inn í rafmaks, hvað og hverju. Ekki skemmtilega staðsettur upp á þetta. Edison, næstu því búinn að missa þetta frá sig þarna í vitleysunni. Vilt spray og misnotaður sénslega hjá Blaster að komast örlítið nær í þessari baráttu. En gerði virkilega vel upp á að fá plantið, alls ekki gefins þetta plant. Þarf að finna 2 til að ná bombunni niður sem hann gerði og þurfti að finna 2 í viðbót til að vinna rándi og það er aðeins stórbiti. Það er helviti stórbiti. Já. Þeir voru að gefa honum þarna góðan tíma en þeir voru bara að koma saman frá sikkur áttinni. Vappi í Faro og Rafli og Edison þarna í gegnum tengið. Algjörlega, en núna er komið Vappi á Mozart, spurning hvað hann getur gert hér. Vissard, hann ætlaði að finna þetta kill og hann situr eftir með sárt ennu og 2 í líf. Þetta er svekkelsi fyrir Vissard til að byrja rándið. Já, en rosalega proaktífir Dusty. Alltaf að pússa eitthvað, pússa B-lobbyið, pússa A-lobbyið og hérna Rafli feldur. Gerir vel að Viktor með þess að koma inn í A-lobbyið og hann er að klíra það örlítið út og bakkar síðan í kjölfarið á því. En það er þessi ránd sem að Dusty spila svo fallega úr oft. 3 á móti 5 og hér Mozart með GPS-snit á Pandas þarna. Kókó með Blaster. Fundu ekki Vappan en þeir eru 2 á móti 3 menn þá. Og þessi grena hefði getið verið stórfengleg en allt er rólegt. Þið vita núna að báðu leikmennum alveg 100%. Já, eiga að vita að það er að koma Jútil á A-inu og það var að koma Jútil í tengið. Pandas, hann er lágur eftir degluskoðin í gennu smókin, þannig að þið geta náðið þetta einhverju. Algjörlega. Hérna ætti Vissard að fara fyrst. Algjörlega að droppa bombuna á hinn annan, fórna sér í málstæðin.
En Viktor, hann fremstur í þetta. Wow, hvað þetta hefði getað orðið stórt fyrir Panda sem hann bara náði Viktor líka. Allt kom fyrir ekki. Kókó núna einn eftir á móti Viktor Mozart. Og Mozart finnur Kókó og þar með 4. rándi komið í höfnum. Það ekki, það vantar aðeins meira upp á hjá FH. Þegar þú vilt mikið fleiri ránd. Mikið fleiri. Mozart samt maðurinn á bak við þetta ránd. Já, algjörlega. Opnar hann á móti Rafli í Vapa-dúelinu og gerir þetta síðan geralegt. En Pandas næstu því búin að vinna þetta ránd tilbaka bara með fallegri staðsendingu. Hefði getað fellt Viktor og Vizard. Vizard. Sprengna á opnun alltaf með AK-skoti. En það er vappinn á Rafli sem í miðjunni að leita einhverju. Já. Hann er búinn að róta þetta í burtu. Hann er komin yfir á B-ið. Er rosalega B-heavy Dusty. Spila 3 yfirleitt alltaf á B-inu. Vilja alveg gefa miðuna, finnst ekkert að því að gefa miðuna. Og þá taka það bara A og B ef að þú tekur miðuna. Það er ekki flókið. Þetta er leikur að gefa og taka. Já, og mér finnst rosalega skemmtilegt að taka. Já, en mér finnst ömurlegt að gefa. Djúvill finnst þér að leiðilegt. Geðvíslega leiðilegt. Leiðilegt, sko. Eins og á stórmeistaramótinu hér. Niðri Arína. Þeir smókuðu sjálfir fyrir. Já. Að gera. Nýta þetta til eitthvað. En já, þegar ég var að gefa mús og mús á mottu hérna á stórmeistaramótinu, það fannst mér ömurlegt. Mér langaði ekkert eðlilega mikið í þessa mús. Þannig ég fór bara í elsko að kemja. Þetta málstæki er stefnilega að gefa en að þykja. Það er bara... Það er þvæla. Þvæla út í eitt. Elska að fá gjafir, sko. Viktor búinn að koma sér í skemmtilega stöðu hér. Edison núna upp á sillinni. Fær sennilega flasti hér. Gerir það hins vegar. Fær ekkert flast, það bara sungar. Finnur einn. Kókó finnur annan. Kókó. Þetta er þvílíkt sem er fallega að spila. Jón, hvað er þetta spacing? Ömurlegt. Þetta er eitthvað að versta sem ég hef hort upp á. Já, spacingið alls ekki gott. Og já, Dusty taka við þessu hlæjandi. Já, þetta er bara, hann fara að resetta recallið sitt og allt. Það er síðan bara annan ekki smókinn og... Já. Það var hægilegt maður. Já, Edison og Kókó brosa hringinn í svona situationum. Það er alveg að hreinu. Hér alltaf er að kontaktrössa B gerir ráð fyrir Papo fremstu með skát. Reyna að finna eitthvað og Þorsteinn F bara búinn að púsja út Ramax. Passið gott. Fara ekki á því og þetta geti orðið að falli því að það voru virkilega langt út miðuna. Já, Þorsteinn bara, hann er að fara að koma í baki á þeim. Já. Í gennum vatnið og hér Blaster. Blaster lék þennan sama leik í síðasta leik. Janúkis Þorsteinn. Nær einum, ekki fleirum, 3 á móti 4 akkurat núna. Sjáðu rótið þið þurfa að fara í gegnum miðjuna. Algjörlega, miðan er bara opinn en þeir vita það ekki og hér Edison, þvílíkt sem hann er aggressiv, finnur 1 kill en ekkert mikið meira það. Pápa jafnar þetta tilbaka. Vizard og Pápa 2 eftir á móti 3. Vel genalegt, það er 1 á CT-spórinu að halda miðjunni og hann er smókaður út núna. Spes smókur sýndist mér, en hann er á A-inu. Þeir fá rótetið yfir í far og P-ið er í rauninni betur haldið heldur en A-inu akkurat núna. Já, alveg klárlega og Pandas búinn að koma sér frábærlega fyrir og Rafli ekki langt í burtu og já, Rafli svo sem ekkert búinn að eiga eitthvað frábærleik en Pandas sem segja búinn að eiga frábærleik. Hann að hitta skotinu sínum. Hér, sér fyrsta mann, sér hann annan. Bara törrettið þarna. Já, hann misti ekki 1 skot úr neinu þannig. 9-4, Dusty er að taka spólið í hringtorkinu hérna. Já. Gýr upp í 3. ástandan. Ég held að vera annar. Neinu, 3. gýr alltaf. Alltaf 3. gýr. Sér hvernig ég spóla á mínu bíl. Það gerist ekki neitt, sko. Nei. Hann er líka alveg, sko. Hann er iconic. Hann er icon. Þetta er fasjón icon. Já. Opið bensilók. Það er iconic. Grena góð á Vizard þannig. Bara aftur
aftur sem að hann mistur allt hápið sitt á. Hann tankar allar grenur fyrir liðsmenn sína í FH. Það bussband til að loka þessu. Átti 26 HP eftir grensur, þannig að það 10-4 Dusty í vil. Þeir eru vægast sagt að eiga góðan leikinn á móti FH. Já, og FH vinna pistol. Þetta alls ekki frábært, vinna 2 gunround. Já, þetta vinna 2 gunround. Það er fáa lausnir sem þeir eru búin að finna á þessari ógnarsterku vörn hjá Dusty. Algjörlega. Spurning hvort að FH séu bara kóklustir CT megin. Og Rafle búin að vinna Viktor hér. Og Blast að leita erfiðu fætir að taka þarna í þessu enguli. Já, og Blast ískaldur finnir Kókó sem fyrir aftan Rafle. Móla strax í kjölfer og hann ætlar að kíkja bara meira. Já, Hann sér hann ekki yfir. Blast hann fellur, Rafle. Já, nýji mollin, hann erfiður viðraunar. Já, hann aðeins erfiðri, maður þarf að venjast þessu. Ó, já. Já, ég meina, þetta ekki bara 4. vikan sem sumir af þessum leikmönnum að spila þennan leik? Jú, og hér, glæsilegt skot hjá Wizard, búinn að finna Edison í miðunni ára 3-3. Þetta lítur loksins orðið vel út fyrir FH allavega í þessu gunróti. Spurning hvað það geti gert úr þessu. Rafle eini sem aðmegin á mappinu. Wizard að koma í gegn, það vappin á Rafle sem að halda í þristinum. Spurning hvenar kontati kemur og það kemur hér, hann veit af þessu, hittir þessu skoti, restin að koma í gegnum alopið og Mozart nær honum yfir molli í þristin. Þetta 100% plant hérna. Algjörlega Pandas, hann fyrir bak alopi á meðan að fyrirliðin í miðjunni, ætlaði að koma inn í þristin. Fyrir af heitustu leikmönnunum inn á serverunum akkurat núna. Algjörlega Mozart, hann búinn að vera að hitta sínum skotum og verður að hitta allavega einu hér frábæru Papo að leita í alubíinu. Ég þessu upp hann en Papo nær að spila dörðið tilbaka. Þorsteinn nær að spreyja hérna við fyrsta. Veit af Mozart. Hann finnir á slítbúnið. Og þetta gott sem þú getur ekki tapað þessu róndi. Það bara, þú getur ekki. Býður örlítið, lætur fyrir sér. Þetta var glæsilegt skot samt sem áður. En FH, þeir eru komnir með sitt 5. ránd hér. Tæpara mátti það ekki vera, Tommy. Það mátti ekki muna millisekúndu. Telt á tæpasta vaði. En það ekki Die Hard á íslensku? Jú, gott ef ekki. Jú, mér rámar eitthvað í þetta. Já. Shoutout á Þulinn hjá RÚV. Bilt fylki á Facebook líka. Já. Mikill áhuga maður þetta. Já. En það er taktikal fyrirgeðu hjá FH og þeir þurfa aðeins að ræða sín á milli. Já. Hvernig ætlum við að gera þetta að leik? Heldur betur, þetta verður vesen. Bara með 5 ránd í vasanum sem sýt hér núna í Anubis. Það er vesen. Það er í alvörunni vesen. Út af því að, við gefum okkur það, við skulum vitna örlítið í hann Dóa Critical. Ok. Pistol, ég ekki saman að Pistol sé alltaf 50-50, en það er vissulega, það er erfiðasta rándið til að reikna með að vinna. Já, algjörlega. Eftir það, þá er þetta að fara að mögulega að tapa rándið nr. 2 og ef að Dusty taka Pistoli hérna, þá hafa þeir 3 ránd til að vinna með. Já, og það er ekki glæsilegt. Ég sá hvað Dóa, hann klæjaði í finguna þegar þú talaði að það var ekki 50-50. Já, ég skal ekki gefa honum 50-50, en ég gefa honum það að fyrsta rándið stundum erfitt, Já, og þetta þvílíkt erfitt ránd hér fyrir FH. Sjá ekki Solar, Wizard, Blaster og Mozart 3 eftir á móti 4. Bomba komið niður á aðinu. Glokkin í þessu leiki líka bara rosaleg. Já, heldur betur. En 3 á móti 4 með það retake, flassið flýgur, þeir verða að nýta það, gera það. Blaster komið út úr Baró. En það er allt að falla með Dusty og þar með sigra þeir fyrsta rándið 11-5 og þetta er farið að stíla helviti mikið upp í það sem ég voru að setja upp á hann. Já, heldur betur. Hérna kemur annarkvort Force alveg niður eða Spar og kaupi næsta. Það er 1 flass á bakinn á Wizard
og restin eru uspur. Er þetta P2 á Papo? Mér sýnst það. Já, gott ef ekki. Mér sýnst það ekki vera pick 50. Nei, það er ekki ferlega gunna hérna út að halopíð með einu flassi. Fámæri sem ég finna þar. Já, 2 í stiganum en mikið meira. 60 kúlur alveg spreyjað í botn. Já. Þó var að leita á Dinkar Vinstein. En skemmtilegt var það, 12-5 akkurat núna. Og já, þá hafa þær 3 ránd til að vinna með. En taktu eftir peninginum. Þeir vildu alls ekki reyna að koma Mozart og vappa. Nei. En þeir verða að borga fyrir það með því að vera með ansi lítið af jútil. Já, mjög lítið í Vildi síti. enginn fara í famast eða autosökkun eða eitthvað? Já, maður spyr sig spurning hvort það er eitthvað aggressiv hér þessu róndið þar sem að Dusty er virðast alltaf ætla á aðeð hér. Þess að koma út en þeir að koma helg. Flassið er frábært en hann er bara einum panda svarar hæl með uppu í höndunum. Já, þetta er nýja metað hérna hjá pöndunni. Þeir ætla bara að sækja. Já, ískaldir þarna. Reyna í hefinni Mozart búinn að finna annan og það er alltaf falla F á megin hér. Já, Þorsteinn einn eftir með Akanu höndunum. Skildi hann ekki ná neinum. Það var þetta frábær niðurstaða fyrir FH í þessu rándi. Algjörlega greina góð þarna. Og Viktor finnur Þorsteinn 12-6 og þarna lituðu mjög sterkt út. Voru að hitta skotunum sinum, voru, já, ég ætla að segja að það voru dálítið ákafir að íta ekki hennum smókana. En Mozart gerir vel að bakka þarna og ná frakkinu sínu. Algjörlega, meðan Pandas vera aðeins of mikið fyrir framann liðsfélaga sína þarna. Einn með umbu og ætlaði bara að vaða í mannin í headshot-engulinu. Í efra, sem sagt. Já. Ég held að þetta sé bara að kalla headshot. Já. Maður lifur og lærir. Já, maður verður bara að gera mistök til að læra þeim, sko. Já, ég ger ekki mistök. Þetta er allt calculated risk. Þetta er, ég segi happy little accidents eins og minn maður. Happy little accident. Var það ekki hérna málærinn okkar áttarbesti? Jú. Það sem hann heitir. Já. Man það ekki. Það er svo það er. Svo það er. En Dusty búinn að tía upp í defect hérna og er að taka jútilið af FH ágætlega. En sama skapi, FH ágættir að halda í sitt jútil. Það er örlítið eftir hérna á B-setinu og það virðist vera að niðurstaðan sé að Dusty ætla að fara þar í gegn. já, 3 í bélopínu og 2 hérna í tengjunum sem að koma vaðandi út. Mollin er góður þarna hjá Viktori en ekki nógu góður. Vá! Það ná að rappa hérna. Þetta er rosalegt take hérna hjá Dusty. Nú bakkar halda byssum þegar ég kaupi næsta eða haldi byssum báðir. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Papo getur dropp frá Mozart en restin getur keypt. Þeir meiga ekki missa þessa byssur. Bara alls ekki. Það var ekkert sérstakt við þetta take. Nei, þetta var ekkert svona engin svona sett smókar eða mollar. Þetta var bara yfirspilin hjá Dusty. En hér Wizard. Næstu búinn að missa hann í spól þarna. Kíkir aðeins á djúpt og hér er hann að gera mistök. Já, þetta eru augljós mistök. Já, hvaða skaða ætlar að gera á efnahægina þarna hjá? Já, maður spyr sig. Ef hann hefði náð 2 niður, allt í lagi. En riskið er bara of mikið. Riski rewardið er nákvæmlega ekkert og núna þarf Wizard að sætta sig við að fá annarkvæmt dropp eða þá að spila bara deglu. Já, senda einhvern annan á einhverja drasslbyssu eða eitthvað. Já, og mér sýnist Papo þurfa að býta eða súra. Virðist vera. Degla, armor og smoke á Papo. Ekki mikið meira það en restin fyrir utan blaster með fullt belti af jútil. Þannig að kaupið. Húrnaða headarmorinu fyrir eitthvað annars. Já, en Papo hann ætlaði að ná infói hér sem er einfallega ekki rétta í stöðunni. En Viktor nær þarna öðrum niður. Viktor nær að bjarga þessi fyrir horn. 3-3 og þeir eru helvíti nálægt. Edison, ískaldur fyrir gennum smókin. Finnur Viktor eða hvað? Gerir það, nær honum og smókar við Faro og þá er allt að koma upp Dusty í þessu rándi aftur. Já, þetta lítur ekki vel út fyrir FH. Alls ekki. En Wizard og Mozart 2 eftir á móti Þór, Rafle og Edison.
Vísat búin að vera heldur atkvæða lítill ásamt bara öllum nema Mozart í FH. Já, Mozart búinn að eiga þarna svona rispur og búinn að spila vappan ágætlega. Já. Vann bara eitt síns liðs í rauninni herransjáðin. Algjörlega. Komið fyrsta en Mozart dinkar annan og það er Þorsteinn sem klárar þetta ránd. Fyrirliðin í Dusty, hann situr á 21 killi ásamt Pandas. Þeir eiga góða leik á Edison og Kókó líka. Já, er rauninni bara Rafleð sem er ekki að, þú veist, og ég ætla að segja eina ástæðan fyrir að Rafleð svona lágt niðri, hann með vappan. Hann var ekkert aggressífur. Það er nefnilega málið. Hann tók sín skot, hitti þeim og síðan bara ekki söguna meir, sko. Nei, það er nefnilega málið. En núna kaupa FH, þeir ætla ekki að hleypa sig í 15. rándi en svo stefnir í það. Ekki ef að Blastir ætla að hitta þessum skotum eins og það er. Rafleð meir samt þetta. Edison opnar A-sæti hér. Sko, Þorsteinn droppaði bombunni og bakkaði til að halda. Já. Hann hafði það mikið hraust á því að hann er á eldi, þessi dreng. Bara Pandas skókill og hann svo sannarlega gerir það. 15. rándi komið í húsi á Dusty. Vanalega þegar við hugsaum með pöndur þá er svona klaufskar, sofa rosalega mikið. Ekki þessi panda. Ný. Og yfirleitt, já, oftar en ekki eru pöndur nautheimskar. Ekki þessi panda. Já, hann er svo sem ekkert gáðar heldur. En hann er yfir meðalagi Hann er, á pöndum. sem CS-spilari, leyfum mér að segja að hann sé bara mjög klár. Já, algjörlega. En núna er að duga að drepast fyrir FH. 6 ránd fyrir FH á móti 15 Dusty. Þurfa að vinna 11 í röð. Viktor! Getur að finna meira hér. Finnur engan hér. Þó nokkuð skaða á Papo nær 2. Þorsteinn er að klóra í bakkan og ekki komið bombuna ennþá eftir að reloada. Gerir það hér, grípur bombuna en þeir geta núna bara komið sér á ægilega staði til að reyna að sigla þessu rándi heim. Algjörlega. Maðurinn sem er í bak hér, Vísart að gera þetta, já, ómögulegt fyrir Þorsteinn. Gæti núna sniðugt, bara róa, bíða og bíða og bíða, sjá hvort að FH gerir mistök. Gerir þetta frábærlega en FH ekki að sína sig. Bomban er ekki ennþá komið niður þannig að ég ger ráð fyrir að Þorsteinn sé ykkur í play. Já, sama hvort það sé að bíða eða fara ekki tengi, þeir ekki að valda það á þarna. Tíkulpíkinn kemur út. Sjá bombuna farin á sæt, hann rýfur bakkáinn aftur. Finnur engan nema þennan hér Mozart feldur. Finnur hann meira Blastir feldur. Það er Vissart sem að næra að bjarga þessi fyrir hótt. Allt byrjaði þetta á glæsilegu deglu, skotið þarna. Það er 2-in-1. Já, 2 fyrir tilboð hjá Viktori. Og hér sjáum við það aftur, búm, deglan svo rosaleg. En svo bara eins og hún hefði verið beigluð. Restin af skotunum. Papo gerir mjög vel þarna í tenginu líka, nær 2. Já, algjörlega. Og það skilur Þorsteinn 1 og yfirgefir þarna. En það er nóg til í Dusty bankanum 15-7. Algjörlega. Við gefum okkur það að FH vinna ekki leikið. Þeir vilja allavega ná að klóra nokkur ránd tilbaka upp á rándifrensið að gera. Það er allt, það er að fara að hjálpa, sérstaklega fyrir FH sem að, já, við erum hreinskilin líklegast ekki lið sem verður að vinna deildina en gæti hjálpa þeim lengra inn í deildina, hafa barist fyrir hverja einasta rándi. Algjörlega, miðjumóðið verður yfirleitt raðað upp svona af rándifrens. En FH er allt jafnt hér 4-4. Blaster, Feldur og Edison í Dusty. Smókur þetta fyrir Faró, nú ætlar að læðast af þristinum, hann er mollaður. Það er búið að íta Mozart yfir á CT eða róta þetta í heavenið. Algjörlega. En það var þessi ránd sem að Dusty spiluði svo frábælega í sínum hálfleik. Þeir eru engan veginn að búa stöðið svona nálægt. Nei. Bara engan veginn. Nei, en það er akkur þessi ránd, það sem að miðjan var tekin af terrónum. Þá pússaði Dusty bara alubíð. Já. Og vinna rándið út frá því. Bara þið meðið taka sætið, við ætlum að samloka ykkur. Algjörlega, en hér Papo og Viktor núna 2 og það
Vá, það ekki séns, Tómi, ekki fræðilegur á að fá þér að fara. Þetta sæti eru 4 og horfa á þetta, Viktor búinn að finna 1. Ekkert mikið meira en það. Þorsteinn tilbaka, tekur þetta efstur á serverinum með Pandas, en það er 16-7 sem þetta fer. 16-7 sigur fyrir Dusty í Anubis. Já, og Sko, ef við brjótum hennan leik örlítið niður, þarna vantaði bara klárlega upp á að FH viti hvað að fara að koma þegar þeir gera einhvern X hlut. já, algjörlega, og vantar líka bara prótókollin, eins og í þessu síðastalandi sem við sáum. Þeir voru 2 inn á sæt, FH-menn þar að segja, inn á A-inu, á meðan það eru 2 fyrir utan alabíð og 2 að taka þristinn. Þú verður að taka annarkvort svæðið af Dusty. Þú verður bara að gera það, því að ef þú færir 4 á þig og sé hver áttinni úr stættur að halda því. Ég skal gefa kritika leitt. Þú lærir að svona töpum. Já. Þú getur lært að þessu. Og Algjörlega. þarna getur þú tekið út hluti út af því að, þú veist, crosserið var alveg, þú veist, á réttum stað. Já. Það bara staðsetningin, spacing, það vantaði algjörlega upp á þessa heildamynd hjá FH, en klálega geta komið sterkari tilbaka í næsta leik. Algjörlega, og þú veist, við sáum það í A-rössi hjá FH, minnum ég endilega, að spacingið, það var bara alls ekki í lagi. Fyrsti maðurinn langt á undan, næsti maður fyrir aftan annan mannin, það var langt á milli þeirra líka. Já. Og þú veist, Bara agalegt. já, Þú veist, bara þú vinnur ekki Dusty á svona play. Bara alls ekki. Það verður að vera eitthvað aðeins ekstra og þú veist, það er stundum hægt að pugga fram hjá þessu, en þegar Dusty eru svona slípaðir, Já. þá bara er ekki hægt að gera það. Því Nei, miður. það var annarkvort bara viðstöðleysi, keyra á þá, Já. no respect, en ef þú ætlar að reyna að spila agaðan leik eins og FH voru að reyna að gera, þá verður þú að spila hann betur. Já. Því að þú átt bara ekki séns á móti Dusty sem að er úr struktúra lið. Við sáum það alveg klálega. En ef þú ætlar að taka viðstöðleysið, þá verður þú samt sem áður að vera með spacingið Já. og vera með, þú veist, entryið á þú veist, 10,5, að búa til plássið, vera með þessi basic protocol þegar þú kemur hún á sæti og svo framvegis. Algjörlega, og við sáum bara ekkert af því hjá FH hér. Því miður, en hinum einn, Dusty, ég bara gefði þeim A+, mögulega S fyrir þessa framistöðu, þeir bara afgreitt þetta. Ég hendi í 9,5. 9,5, já, ég meina, það er bara fínt lengun. En hver er maður leiksins? Það er Pandan. Ég er sammálaður þarna. Við horfum kannski á Þorsteinn, gera rosa mikið og náttúrulega andlit Dusty og allt það, en Pandas er að stíga upp sem leikmaður sem að fáir bjuggust við. Já, hann er að koma óvart í rauninni annað tímabili í röð. Þú veist, maður gerir einhvern veginn ekki ráð fyrir þessu, ekki svona tölum frá honum, trekk í trekk, en bara frábælega að spila honum hér. Já. Góða staðsningar og bara afgreiði sitt hlutverk og meira en það. Já, algjörlega, og kannski gott að bæta við að þegar þú ert með svona liðið svo Dusty, þegar að communicationið er frábært, þá er svo auðvelt að spila vel í kringum það sem að Pandas var að gera hér. Einmitt. Veit bara hvað hann þarf að gera í rauninni. En þá er þeim leik lokið. Það er einn eftir. Það er Ármann IA ekki fara langt. But I know they'll never own me. Ekki, hér kemur fyrsta markið. Hann er ekki horfa á Kára. Rokko, Daniel að volja með beint og ringin. Menn sem í völlin, Viktor Karlsson að skora. Verið hjartanlega velkomin í nýja þáttaröð af spurningaþættinum Viss. Það var líka svo epískt svar við svona epískum spurning. Ég veit þetta vegna þess að ég horfði á gamla filmuminn. Bara flottur og fram að alltaf opinn að bakið. Þeir eru góð. 90 mér upp!
Fylgist með endurnýjun og fæðingu hinna ýmsu rýma í höndunum á Ragnari og Hönnu-Stínu. Þetta er fullkomið útsýni en íbúðin er ekki eins fullkomin innan. En við ætlum að laga það. En eftir 2 ár er ég búinn að halda 0 partí, 0 matarboð, eiginlega bara iðnaðarmenn sem hafa komið í heimsókn. Eina sem ég vil er bara nýtt eldhús helst í gerð. Og það verður að passa við gullna drottninguna hérna. Og það er svo mikið til að flottu og geggjum efnum núna að það er eiginlega bara mjög erfitt að ákveða sig. Og kannski hafa þetta svolítið svona spalegt því að þetta verður ekki bara, þú veist, herbergi fyrir hjónaherbergi, þetta beint út í pottinn líka. Það var gaman að við vorum í vandræði með innganginn og þú komst með þetta skotum að gera hann að boga. Já, nú er þessi bogatímabilið mitt. Við erum bara hérna úti í miðri ferðamanna á. Svo er þessi veggur hérna, einhver veggmynd eða kannski fá listmálara til þess að gera eitthvað eða... Stjörnubjartur himinninn með satsflísar. Blönduntakið, er það svona allt komið til ára? Já, það er verið að hrynja flísar. Ekki missa af Bættum betur á sunnudögum á Stöð 2. Signore borgarstjóri, með þessum turni geri ég Písa heimsfræga og þig líka. Æ, slíki turnar eru þegar til í Róm, Feneyjum og Flórens. En þessi verður sívalur. Æ, ég veit ekki. Kannski hjálpar Red Bull þér að taka annan snúning á þessu. Nú veit ég. Við gerum þetta auðvitað svona. Perfetto. Red Bull veitir vængi. We are back and we are better than ever. We're 50-50 partners and I'm telling you it's going to be different this time. Actually, 51-49. In just 6 months, sales are through the roof. Wow, should have listed that as a special skill. Okay, guys, I'm going upstairs to my office. Keep away from the pool or you'll drown. Come here, son. Daddy needs an alibi for a few months ago. Where can I get knives and blunts? You're not gonna believe the night I had. Jesus! A friend dropped me off. After we aired on Shark Tank, we grew to over 500 women. If you're gonna dream, let's dream big, baby. When you have a big dream, seize that moment because dreams really do come true. It's worthless! Kevin! He's an animal. I'm the only shark that tells the truth! This is a once-in-a-lifetime opportunity to make an impact on the health of billions of people. We want to change the world. You could be anything you want to be. You can set this world on fire. Taktu leikjaupplifunina á hærra stig. Þú finnur tölvuskjáinn í Elko. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur, ljósleiðaradeildin heilsar. Við vorum að horfa á Dusty leik rétt áðan. Þeir halda dampi, halda toppnum og eru komnir í 10 stig akkur núna í ágætlega góðu pluss mínusi hjá sér. Já. En það er bara rakleiðis í næsta leikjón. Ármann IA. Ármann IA, það er nákvæmlega þannig. Við ætlum að kíkja á lið Ármanns. Það er Hundsi, Ofurkur, Krakken, Pólis Wonder og Gutti, Krakken, ekki Krakken. Maður er bara, þú veist, aðeins mismætt. Já, blessaður. Við getum sem alveg kallað hann Krakken líka, ég er alveg til í það. Nei, ég haldi mig bara við Krakken. En skemmtilegt að nefna það að þeir tapa fyrsta leik, 16-14. Fórum að kvarta yfir því að þeir eru seinir á stað og eitthvað, bla 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 og síðan býtur það okkur í rassinn. Það eru 3 sigrar í röð. Já, heldur betur og það var bara litið ágætlega út framan af í leikjunum. Já.
En seinni partinn á það var einhvern veginn með stampinn, finnst Já, við sáum það til dæmis á móti IBF í Núk, þeir byrjuðu aðeins að spila þetta frá sér. Algjörlega. En eitt sem að mér langar að nefna er að það virðist vera allavega að eftir að Vargur tók við taumunum á þessum drengjum, Krakken tók við taumunum, þá lítur liðið bara þokkalega út. Já. Sita núna í, ef mig minnir rétt, 3. sæti í deildinni, sem ágætis árangur hjá þessu liði. Ég býst við því að þeir séu þokkalega sáttir eða myndi halda þessu út í deildinni. Já. En já, það er annað svona, þú veist, miðjumóðs lið sem þið mæta hérna. Er þetta ekki bara skyldusigur fyrir þetta lið? Jú, þetta er klálega skyldusigur fyrir Ármann og mér finnst þetta eiginlega að vera skyldusigur fyrir IA líka. Finnst þið það? Já. Ok, áhugavert. Já. Við skulum koma inn á það á eftir og við skulum tala aðeins þessa hérna stráka sem eru fyrir framan okkur. Styrkleikar. Hellingur af þeim. Já. Veikleikar, hellingur af þeim. Já. En svo sannarlega ofvirkur vappi styrkleikur. Getur líka verið veikleiki. Við höfum séð svona upp og niður ról hjá honum. Já, vissulega. Við höfum talað það. Er hann að eiga svona, þú veist, upp núna? Já, mér finnst hann eiga svona, það uppsveifla á honum núna, finnst mér. Ok. En leið að hann fær lið á móti sér sem er svona hörkulið. Þú veist, ég held að IA verði erfiðu viðreiknar fyrir ofvirk. Ef að byrja fyrstu 5 rándin vel, IA þarf að segja. Ég held að það skiptir rosalega máli líka í hvaða mappi IA lendir í. Þannig að það verður mjög skemmtilegt að horfa á vídeó á eftir. Algjörlega. En nú veist á samanskapi að það verður frábærir rifflar í þessu liði, bara allir nema ofvirkur. Já, ofvirkur er frábærir riffli líka þegar við höfum séð það. Líka, hann gætur verið bara 2. eða 3. besti riffillin í liðinu hérna inni. Það myndi leggja það á sig en heldur sig við vappan og síðan eru þau komnir, sko, ég er mjög hrifinn af Polish Wonder. Já, það er, sko, hann er svona roleplayer sem er dásamlegt að hafa í liðinu sinu. Já. Og hann var að stíga upp eftir að hann þurfti að hætta að nota þessa vonvega. Þá er hann búinn að vera að stíga upp og fragga meira. Algjörlega. Þetta kom inn á þetta eftir síðasta leik hjá honum. Leið og hann þurfti bara að standa í stikkinu bara og feysa gaurana sem að koma á hann úti í Núk til dæmis. Þá var hann bara að hafa betur. Og því hann var ekki að fela sig á baki smók eitthvað. Já, það bara, þú veist, frábær leikmaður, bara það verður að segjast. Hundsi hefur dálítið svona tekið örlítið baksæti svona eins og bara eins og nýlegt í senastu 2 sísón, þá hefur hann verið bara svona í baksætinu að vera að hjálpa og þú veist, þessi, ég myndi ekki segja supportspilari en svona, já, hann er augljóslega að taka minna ról heldur en til dæmis eins og Krakken ofvirkur og já, mögulega Gutti. Já, en ég held að Hundsi sé samt mögulega eitt mesti svona backseat driver í liðinu. Já, þú veist, það er auðvitað ömulegt að hafa hann aftur á leiðin til Akureyrar. Já, sko, ef þú ert að kalla í þessu liði, ef þú ert ekki Hundsi, þar að segja ef einhver af hinum 4 leikmönnunum er að kalla, ströttin er ekki að virka, þá er ég alveg viss að Hundsi sé búinn að naga af sér puttana. Leðu mér. Alli, hvað segir þú? Hundsi? Já, ég veit alveg hvað að gera. Já. Alveg klálega. Ég hljómaði með þessu hann. Já. Það er bara eins og það er. En eitt sem að vera að segjast að það er búið að blása á móti núna, til dæmis eins og í senasta leika móti Sögu. Þar blés helvíti hart á móti, en þeir stóðu leppirnar. Já. Sem að kom ykkur ákveð og óvart og þarna, já, það virðist vera að það sé búið að byggja upp aðeins betri kultúr og það er bara ánægilegt að segja. Það er að borga sig. Það er heldur betur að borga sig. Hver er toppmaðurinn minn? Polish Wonder. Nei. Það er Krakkenið. Já. Krakkenið. Krakkin okkar. Alltaf besti. Já, ég meina, það er reynsla, það eru vöðvar, það er ýmislegt sem að eru fínt að hafa í Counter-Strike. Já, heldur betur. Og snertirinn á reynslu og hún er cirka hálföld. Hann er nóg að henni. Hann er með mestu reynsluna í þessari deild. Já. 100%. Bara hiklaust. Á efsta leveli. Já. Og það verður að segjast að það er að borga sig því að, já, ég hef nú spilað ófáa leiki með honum. Puk og allt það, en
leikskilningurinn hjá honum upp á 10,5. Já. Hann veit hvað menn að gera og Algjörlega. hann kann inn á það. Algjörlega, en það er svo fyndið að horfa á hann spila og því hann er ennþá með svo gömlu músarhingarnar. Já. Við veitum hvernig þetta er eins og hjá Pasha Biceps, þetta er svona klunnalegt og eitthvað. Já. Og hann notar æsmatt sem er bara gler músamóta. Átti þannig. Já. Ég gæti það ekki, sko. Þetta er dásanlegt. Þetta er old school og hann er bringing it back to new school. En það virkar. Við sjáum þetta í bílunum. They don't make them like they used to. Það er nefnilega málið. Það er nefnilega hann. Við ætlum að rakleiðis kíkja á lið IA og sjá hvað við erum að fara að bjóða upp og þar. Það er lítið breytinga þar. Það er Midgard, Jón, Einar, Hoseter og Triple G. Og já, sikkurum endanum. Þar er Midgard. Midgard náttúrulega kemur inn í deildina fyrir töluveru síðan og var heldur betur biti til að krækja í. Já. En hverfur af yfirborði jarðar. Já, til að fara að spila með Satani í öðru leik. Við erum allir bara gamers. Nei. Og já, ok. En hann er komin aftur heim. Hann er komin heim. Hann er komin heim. Og já, ég meina það verður að segjast að þetta er maðurinn sem að margir héldu að þetta lið yrði smíðað í kringum. Ennþá smá í land. Já, klálega. Mér finnst þetta ennþá vera bara sami gamli kórin úr Triple, Hoseter og Jón með tveimur. Mér finnst þeir ekkert að spila neitt sérstaklega í kringum einhvern leikmann. Þetta Triple G svona frekar level-headed gaur og hann er ekkert að spila sérstaklega upp á neitt leikmann. En hann veit nákvæmlega hvaða leikmann hann hefur, hvert það getur sendt á, hvað það getur gert og hann nota það óspart. Já, mér finnst það mjög góður að vita styrkleika og veikleika. Það er vissulega stór kostur þegar þú ert ingemlítir að þú vitir hvernig þú getur nota leikmennina hérna og þú veist og hvernig þú getur aðeins peppað þau upp og það er örugglega engin leikmenn, tvei leikmenn sem að þekki betur en Jón og Hoseter. Nei, bara klálega ekki. Og ófá að leiki með þeim. Maðurinn í miðjunni, Einar. Já. Hann hefur verið að gera ágæta hluti. Já, klálega. Og þess vegna er komin hér í þetta line-up. Já. Hoseter, sko, ég er með svona Hoseter í hjartastað. Ég er alltaf haldið upp á hann. Já, Já. Hver er toppmaðurinn? Midgard. Nei. Það er nefnilega Jón. Það er ekki Jón, það er Triple G fyrir ekki. Það er Triple G. Já, sko, ég ætla að byggja það á því að Triple G, þegar hann mæta þetta liði sem er á blaði aðeins betur en þeir. Já. Ef hann er nóg klár, og við sjáum það í vídónu eftir, hvort hann sé klár eða ekki. Já. Það er náttúrulega fyrsta einvíð sem á sér staði í hverju viðuregn er vídóið. Já. Hvar erum við að fara að sjá þetta? Erum við að sjá, þú veist, í að lenda í góðum appi fyrir sig? Þú veist, til dæmis, ef þau myndu enda í núk. Alls ekki gott fyrir IA. Nei, ég hugsa ekki. Það er óbyggilega besta mappið hjá Ormanni. Já, og ég veit ekki hver ég get séð þetta. Ég held að þetta veri ekki Anubis. Því að ég veit að, sko, Ormann, þeir vilja að spila Anubis. Þeir eru góðir í Anubis. Ég hef ekki séð neitt svona sérstakt hjá IA í Anubis. Við erum búin að sjá það að spila Vertigo, Mirage og Ancient. Það er svona, já, Vertigo bara bannað beint út fyrir Ármann. Þannig að það er bara fínasta byrjun það fyrir Ármann. Respektbönn til að byrja með, Vertigo og nú bæði tekin út. Tvö möpp sem að hvorug vilja lenda í á móti andstæðingunum sem þeir eru að mæta. Og Mirage tekið strax út í að þeir sigruðu sögu í Mirage, þannig að ágætt lið. Ég veit bara að Ármannsstráðan, þeir vilja bara ekkert spila Mirage. Nei, þeir töpuðu á móti sögu fyrir ekki í Mirage, ég ætla að hafa það á hreinu. Já, betra að hafa þetta á hreinu. Anubis tekið út að áhugavert. Það er hrifin af því, mjög hrifin af því. Það er Overpass eftir og það er Inferno. Ancient og það er Inferno. Inferno tekið út. Það finnst mér dálítið skrítið, út af því að Ármann, þeir geta að spila Inferno. Já, en nýja Inferno, það vill enginn spila það strax. Já, vissulega. Skiljanlega. Hver verður fyrstur? Ef einhver háður Dusty. Já, það gæti bara í rauninu verið. Ég veit að þeir spilaði mikið í Go. Ancient tekið út og við erum að fara í Overpass. Ok. Ég held að eftir að við skiptum yfir í CS2, við munum sjá meira af Overpass og ég hef verið mjög hávær með hatur mitt á Overpass í CSGO. Já.
örlítið breytt. Þú veist, það er ekki miklu breytt. Þú veist, það er sama layoutið og allt, sama draslið og allt þannig. Og þetta er orðið betra fyrir augað. Þetta er orðið betra fyrir augað. Þetta er orðið fallegra. Mappið fannst mér ekki droslega fallegt og aðeins meira svona væbrant og skemmtilegt og svipa kannski örlítið til einhver sem að Midgard hefur séð áður. Jú, það er rosalega líklegt. Já, getur verið. En ég meina með CS yfirbræði. En við erum farin á stað. Já, sigruðu hnífana. Byrjuðu síti meginn. Það eru engar nýjar fréttir hér. Ný. En ég er rosalega hrifinn af þessum mappi ekki. Overpass. Það verður gaman að sjá þessi tvö lið spila hundsins niður. Þeir var silent niður stegan. Hann er að tengistráinni heyri ekki í þeim droppa. Triple G tekur fyrsta mannin hér. Gutti Feldur opna leikinn. Mistök mögulega. Kíkja þér aftur. Gráður hún enn, allavega næra bakka þarna upp og lítið vesen á hurðin en hérna koma smókarnir. Alltaf koma shortið og Hósið er búinn að finna einn. Pólisond er Feldur þarna. Gæti mögulega að ná þetta öðrum ef hann er gráður en þeir þurfa að koma í tengi. Það er ofvirkur, Glokkan spreyjar þarna niður fyrsta, nær ekki öðrum Midgard. Þú eru ekki að fara út til að challengea hann 3-3 akkurat núna. Verður eiginlega að bíða eftir að hinni tveir leikmennir í að gera eitthvað play sem þeir eru að fara að gera hér. Þeir setja inn í smoke, tveir, Einar og Hósið koma hérna út. Midgard Feldur, vita að manni á sjórstinu, vita að næsta manni. Það er ekki Kraken, einn eftir 70 ára reynsla á bækinu. Spilar þetta vel, engin kitt á IA á þeirri vesinu. Hann er komin á bombun en Hósið nær honum út en náðir definu. Ég bara veit það ekki. Já, þetta er á tæpasta vaði en ég held að ég ná þessu nú. Þeir tefla á tæpasta vaði, Die Hard! Og það er 1-0 fyrir IA hér. Eitt sem að var svona, þú veist, pro-tip. Já, pro-tip til að taka inn í leikin ykkar og já, ná náttúrulega sjálfsögðu ég sem alltaf kenni ykkur það. Jú. Takk ykkur tíma í rítekinu. Já, algjörlega. Algjörlega. Ef þú eru með einhverja hugmyndir svo að setja í smóknum, býða eftir frökkunum, gera það. Já, þetta er lengri tími en maður heldur, oftar en ekki, sem þú hefur til að ríteka sætið. En fullkomin byrjun fyrir IA, þetta er akkurat það sem ég vildi greinuna, góðar hjá Ármanni, en hitta ekki marks. Skemmtilegt sett upp í blöðurum til að ná opnunni en ofvirkur með einn tilbaka og núna er vesen og Hósið nær einu tilbaka hérna en Pólisond með rífraki 3-3. Þetta er betra fyrir Terrana. Alltaf betra en vera í tölu fyrir Terra, alltaf. 4-4, fyrir Terrana. 3-3. Skemmtilegt hérna. Já. Taka B-púsið. Og líka bara virkilega mikilvægt að fá þetta info strax því annars ertu svo fastur á B-inu. Geta skilið núna eitt leikmann á sjortinu og mögulega róteta riffil upp á A-inu en hérna er Midgard í frábæri stöðu fyrir nákvæmlega þetta en hann er gráður hér en nær frakkinu. Algjörlega Midgard gera virkilega vel betur en ég átti vona á þarna er komið nýtt line-up sínist mér. Já, nýtt line-up hérna fyrir ruslsmókin sem lokar fyrir rótetið. Algjörlega Pólisond að nota allt út til í heiminum hérna á A-ið. Þetta er bara allt saman í plati. Algjörlega Kraken, hann er með bombu á bækinu og hann er að fara B-megin. Hér Triple G búinn að spotta fyrsta mann. Upp og sí, rótetið allt komið í fjarkan og hérna er Kraken bara að fá algjörlega frítt plant á B. Algjörlega smókar fyrir sætið, nær plantinu, hérna Triple G búinn að finna mannin. Heyrir að bombarni ekki á aðeinu og þeir koma 3 í rítækið. Kraken, það er virkilega erfitt þetta. 35 kúlur og hann þarf að finna hausa hér. Gott offenguleitna, nær hins vegar ekki fyrsta og þar með annað rándið til IA. Algjörlega, við höfum talað þetta Peakers Advantage er mikið í þessum nýja leik okkar síðastumur. Eins og staðan er núna þá er betra fyrir þið að kíkja fyrir heldur en að halda línu. Já, það er bara nákvæmlega þannig og það er bara svona erfitt. Algjörlega, en dálítið nýtt sem við þurfum að venjast þegar við erum að bæða að horfa á leikinn og þurfum að spila hann og já, það er spurning hvernig leikurinn þróast í kjölfarið, hvort við fáum bara einfallega hraðari Counter-Strike eða hvernig sem það verður en gæti verið áhugavert. En sjáu, þeir eru ekkert að kaupa nýtt yfir Galil eða Umbur eða Famasa, þeir eru bara að halda í byggjubanka. Vita hvernig efnaðastaðan hjá Ármanni er akkurat núna. Þeir eru að fá tekkur og deglur en það er engin armor. Engin armor, ofvirkur að leita með deglu í miðunni. Þetta er innsta. Það er maður sko í Kollvíkin.
ekki besti dagur til að fá grenu en það eru 3 á sjórtinu. Kraken. Þetta settupur á B-samt. Já. Það er átækt þar. Algjörlega Einar, einn í graffiti. Að halda þessu, þeir eru 4 A-megin og þeir eru búin að þjarma allt. Þeir eiga allt info A-megin. Vita að Ármann er ekki á A-inu og þeir eru að koma 4 í gennum tengi eða hvað. Allavega einn hér að koma, Midgard vilt, Spray finnur 1. Tekur mikið skada á næsta mann en Hundsi heldur. Hundsi með glæsið skota á Midgard þarna. Pólisvond er hliðin á Hundsa. Spurning hvað ég geti gert hér. Þetta er erfitt, það er virkilega erfitt að komast út um tengið. Já, þeir þurfa bara einfallega að bíða eftir Hóseter sem er að koma í bakið þarna. Einar á flass, gæti flassa út tengið, gerist ekki. Hóseter nær loksins að klíra út sjorti en þá þurfa að koma sennilega 2 reynslu mestu leikmenn Ármanns eftir Kraken og Ofvirkur. Bara tefja og lifa núna eru þeir að hugsa, þeir eru lágir, Smókurinn kemur þetta niður á bombuna en þurfa að fara á hana. Jón komið fyrsta, nær öðrum og þá geta þeir defað. Það er bara máttið að ekki vera Tommy. Þeir eru ekki með kit. Þeir eru ekki með kit. Nei. Og það verður þeim að falli. Og það er fyrsta rándi til Ármanns. Þetta klaufalegt að eiga ekki kit í þessari stöðu. Ármann að vinna ránd bara út frá að IA eigi hreinlega ekki kitt á bækinn á sér. Þetta minnir á gamla góða CS máltekið Don't be a loser, buy a diffuser. Ó já, og ég lifi eftir þessu hvern einasta dag og ég fer alltaf í búðun og komi bara eitthvað. Já, oft þegar ég er að spila Faceit þá eru þeir alveg að á rassinum á þeirra af hverju 8K og þú ert ekki með kitt. Já. Já, bara. Já, það er bara málið. Ég er hjátrúarfullur. Ef þetta virkaði svona lengi þá er ég ekki bara að breyta neinu. Við sáum hana line-up hjá Kraken fyrir Molla á sjórtunum sem var eitt af elstu line-upunum og það var vittlust hitti ekki Mollanum þannig að þeir eiga sjórtið. Triple G nýti sér þetta og nær sjórtinu ásamt Einari. Já, Triple G með Diglu, Einar að halda bakinu í Monster. En opna fraggið fór að sjálfsögðu til Jóns en Ofvirkur náði einu tilbaka. Hann er komið vappan í hendunar. Algjörlega og Ármann í frábæri stöðu. Þessi 2 sem er að halda bíðinu, þeir eru báðir inn á sjórstinu. Þeir heyra þetta hins vegar spurning hvað það er bakki úr sem Mollin er aðeins og djúpur. Gutti með 2 á sjórstinu. Þetta eru 2 stór meira að segja á Midgard. Hann ætti bara að hugsa að halda þessari byssu því að bara hygglust. Vægast sagt eigi ekki séns í þetta ránd. Já, bara hygglust að halda þessari byssu. Ef þeir finna ekkert hérna leið, halda þeir byssum. Ég trúi ekki öðru. Núna halda þeir byssum. Takkaður þarna niður í 89 reyndar sem er ekkert svakalegt en það er vitað hvar hann er. Það ætla nú eitthvað að vera þarna niðri. Það veit að það er búið að stækka bomburadíusinn, þannig að hann gæti vilja ná einhverjum svona gefinskilum hér en hann er að fara að fá Pólisvonder í andlitið eða hvað, nei, hann er að bakka líka, það er enginn að bakka CT, Midgard byrjar að bakka líka og þá er það Hóseter, hann er aftast í gufu, gömlu góðu gufunni. Eitt sem að mér langast að minna á að þegar við erum að tala á ekki séns, þá einmitt við fórum inn á það í Anubis-leiknum í Dusty. Þetta er svona, þetta er risk reward. Já, algjörlega. Með peningana sem við búin að fjárfesta inn í rándið. Af hverju kastunum í eitthvað ránd sem er 2% líkur á vinni. Já, þú veist, rándið sem er tapað hvort þið er, græðir ekkert á því að finna einhver kill nema bara að patta stat svona hérna aðeins. Sem er ekkert best í heimi. Ekkert aðdónavert við það? Nei, ekki þannig sko. Vissulega aðeins, við getum farað aðeins dýpra í efnahægin og allt það en já, ég ætla nokkið að fara dýpra í. Það er bara þannig. Nei, fær pening, vilt ekki missa hann. Punktur. Þú fær launiðinni á hverju ríspóni og þú varst bara eða eins og þú getur. Já, stundum, ekki alltaf. Ekki alltaf, stundum þetta spara fyrir einhverju fallegu. Stundum eru mánudagar og þá viltu ekki kaupa neitt. Nei, bara þannig. Þú vilt bara vera heimaður að spara. Þá borrar matinn í vinnunni og fær ekkert út. Það er nefnilega málið. En í þessu rándi að verða Hóseter og Midgard, þeir verða að vera menninni sem að reyna að finna einhver kill. Ef þeir ætla að sjens í þetta ránd, þá eru það targetin sem að þurfa að opna hérna. Algjörlega, en akkur núna það eru 4 leikmenn Ármanns í 5-unni. Jón 1 á aðeinu með Diglu og hann er að tappa hér eða hvað, nei.
Ofvirkur rétt missir af honum. Smókurinn hins vegar mjög góður, getur tafið Ármann helling. Flassi gott og það er leikmaður með þessi fjarkanu sem komin framalega og þeir einfallega hætta sér ekki gennum á smók. Þeir taka ekki óþarfa sjansa en hérna geta þeir látið smók fyrir bílinn. Það er komin hjálp hér. Já, komnir margir upp á sæt. Verða helvíti pirraður hér, 25 sekúndur eftir. Akkurat núna. Já, píkinn í 5-una og þeir gera ekki mat úr þessu. Gutti komið 2.G og þá er Midgard bara að hugsa væntanlega að halda byssuna aftur. Já, bara hiklaust halda byssuna aftur á meðan að Einar deyr. Hann er að hitta strákurinn. Nú Ólafur barði Ofvirkur. Það er ekki gott ef að það er byrjað að hitna undir honum. Nei, það veitir alls ekki gott. En Midgard enn og aftur heldur byssu sem er í rauninni bara eina í stuðinni. Sko, eitt sem er áhugavert við Ármann er að við sjáum yfirleitt þegar að þú veist, það er ró yfir þeim og þeir eru bara að spila eftir eyra og einhvern veginn allt virkar. Já, algjörlega. Þegar þeir bara, það kemur kall, þeir fylgja því og allt virkar í kjölfarið. Algjörlega. Og það er Ármann sem við erum að sjá núna og IA, þeir eru bara því miður í vondum málum akkur núna. Já, en spurning hvort að IA geti eitthvað breytt leiknum hér í þessu gunnándi. En eins og þú segir, það var erfitt að eiga við Ármann þegar þeir eru svona komnið í þetta flow state. Hversu mikið þurfa þær að fá vappa inn í leikin núna? Like air. Like air? Hljóman er svo eitthvað sem Bóndi myndi segja. Algjörlega. En já, það er mikilvægt að vera með vappa í þessum mappi þarna. Midgard, ætla hann hafi síðið lappirna á Kraken með bombun á bækinu. Við grunar það. Gutti og Hundsi komnið inn á sjórtið. Komnið strax með free real estate. Midgard, hefur hann farið að fá flassið nú? Þetta var skemmtilegt play. Við reynar aðeins inn í smókin og er nokkuð nálægt til að geta séð aðeins í gegn. Bara okkur pingulítið. Skemmtilegt play þarna, en það er A-teimið sem er að leita eftir upplýsingum. Þarna er hann séður. Flassi kemur þetta eftir. Þetta er alltaf falla rosa jaft hér en IA er bara 2 eftir núna á móti 3. Jón og Hossiter hafa spilað mörg ár saman. Sér hann að mögulega í Ásunar Ofvirk og hann er feldur hér. Þetta er og því geralegt retake. Vel geralegt, en í kjölfarið þá þarf Jón að fara í gennum smókir hérna. Hossiter þarf hennum hérna og mollin er góður hjá Gutta. Æðir í gegn og Gutti og Kraken klára þetta. Heldur betur. Nei, ná ekki vappanum, en svo sem fjárhagurinn er rosalega góður. Já, þeir eru ekkert í vesenni með að kaupa einn vappa í viðbót. Ofvirkur situr á 7.900. Já, hann þarf ekki að setja hann á layaway eða neitt, sko. Nei, það er nefnilega málið. Það er ekki að taka þetta á raðgreiðslum, ekki í dag. Ofvirkur á vappanum, en Jón, hann á 2.9, hann getur átt vappa í næsta rándi. Vappa á lítið af stöffi. Þeir eru allt grensur inn í miðuna. Jón reynir að finna eitthvað með þessari uspu, en gerir ekki neitt skaða. Hundsi rétt lifir þetta af. Þeir voru að pússa 5-una þarna. Hossiter að pússa 5. Flassi kemur, en Ofvirkur hans honum til halds og trausts. Algjörlega. Ofvirkur efstur í liðinu eins og er. Gutti rétt aðeins og eftir honum með 6 kill. Mollin góður þarna. Já. Ofvirkur sofnaði þarna á vappanum. Jón finnur einn. Ofvirkur, hérna sjáum við alvöru duel. Jú, Ofvirkur sem er ekki hitta að vappa skútunum. Það kemur fyrir bestu menn. Já, það er bara, hann er með uspu, sko. Algjörlega. Þetta er of auðvelt. Hann er að gefa honum séns. Algjörlega. En það er Midgard og Einar 2 eftir. 2 eftir smókur í headshot, bomba á leiðinni niður. Meira að segja spurning hvort að Midgard þarf ekki bara að halda þarna, sko. Hann er með armor, diglu, molla og 2 flush. Já, en þeir fá 3 og 4 held ég alveg pottið.
Það tapaði þessu rándi sem að lítur heldur betur líklegt út, en Einar gerir þetta geranlegt, smókur á bombu, Molli í 5, það er ekkert kitt á þeim Tommy, og hér Einar að finna annan, hvað er að gerast hér? Midgard! Ofvirkur einn eftir hann með vappa í höndunum! Hann er á bombunni, hann er ennþá á bombunni, spreyjar þetta gegn Einar, sækir frakki og næst hann frakkinu! Hann bjargar þeim þetta algjörlega! Ofvirkur rétt bjargar þessu rándi eftir að, menn, ég skildi bara ekki hvað var að gerast í þessu rándi. Hvernig komist þér inn í þetta ránd? Einar og Midgard aldrei afskrifa þessi gauðra, aldrei. Nei, nákvæmlega, þetta var hársbreytt frá því að fara á versta veg fyrir Ármann, en það er bara tactical timeout rakleiðis og eftir þessu. Já, það er svolítið að sitja í súpunni eftir þetta. Þetta gat ekki tæpara verið, Tommy. Guð minn almáttur, hugsa Ármann. Og virkar hann að beila á algjörlega út, alveg gerir vel með þessa P250 líka. Heldur betur, við sáum bara eitthvað Midgard, það var að deffa rosalega langt frá bombunni. Já. Hann er með langar hendur, mjög langar. Fingra langur. Já, hann er bara svo api á bombunni. Eins og api? Eru þeir með langar hendur? Já, ég gerir ráð fyrir því, ég veit ekki Þú gerir ráð fyrir því? Já. Það er vængkaf. Já. Ég held að það sé það er einhver albatrósi sem að er helvíti með gott vængkaf Það er bara einhver 4 metra En ég held að Midgard sé ekki með vængi. Örugglega erfitt með að kenna albatrós líka að diffusa bombu. Já, Red Bull hins vegar. Ef hann myndi drekka Red Bull þá var hann mögulega með albatrósvængi. Það gæti verið. Hugsa það. En Ármann skellir lægandi eftir þetta ránd gerir þér ráð fyrir. Já, heldur betur. Þetta mórallin gæti ekki verið betur hjá þeim. Þetta drepur aðeins meira í mórallum hjá IA, en Hóstur að jafna mikilvægt, virkilega mikilvægt að jafna þetta niður í 3-3. 3-3, en samt sem áður þá þarf ákvörðun að koma hérna hvað ætlar að gera. Krakken væntanlega með puttan á púlsinum þarna og hann ætlar að labba hérna út monster og sjá hvað hann fær. Það er einn leikmaður í vörninni þar, Triple G, spilar hérna í vatninu, í brekkunni. Algjörlega, getur séð í hausa eða labba hérna út sem hann gerir, spottar Krakken og einni viðbót, Mollin er góður. Mollin er góður en hann þarf samt að fá frögg hérna eða lifa allan tíman. Það er helviti tæft, en bombarnar fara niður núna, Gutti hendir henni niður. Algjörlega, vappin komin í rotate í heaven, smókuð þar út. Smókur góður á brúð þarna, það er allt í smókum. Þetta gefur Terrunum mikið pláss til að vinna með. Algjörlega, Hósett er komin út tengið. Þetta er frakkið sem við þurftu. Þetta leysir heilmikla pressu. Ójá, og núna vappi einn eftir á móti 3. Gætar gert eitthvað á þessu, bara á ekki. Spurning, ansi tæpur en Krakken húslar þessu saman. Og já, það er gott kólarna, labba bara algjört kontakt út monsterið. Og Police Wonder þarna með glæsilegt fragg á Hósiter sem að leysir alla pressuna. Hefði hann fallið þarna, helviti góðu séns. Ójá, ef hann hefði bara vitað að Krakken væri 9 HP. Hefði hann rifið upp uspuna, þá hefði þetta mögulega verið allt annað ránd. Kvikksvist það á milli og hann róðið tilbaka og býta sig í hendina. Já, maður veit ekki hvað HP er. Nei, sorry Jón, þú hefði getið unnið þetta ránd, þú gera það ekki. Það er bara hannig. Það er bara það er greinuna hér, Jón var hann spottaður í gennum greinar. Nei, gennum smókin gæti verið. Það ekki, já, gæti verið, svo sem. Alltaf að þeir flussin í 5 vita í að menn þeir hafa verið mikið að vinna með að pússa 5 en Jón læfís þannig finnur sér einn Police Wonder. Gerir þetta 4-4. Þeir eru að vinna í við að kaupa mikið að smókum og sjá hvað það geta unnið með þá hérna CT megin. Algjörlega, mér finnst gaman að sjá þetta. Gutti, hann klíraði hvort það væri triple boosti í graffiti. Það er better safe than sorry. Já, ég meina, þú veist. Ef það verður að vera Ármann, þá verður að vera með puttan á púlsinum. Og hér, Midgard búinn að finna einn og eina líka. Þetta er alltaf nú rosalega gerlegt ránd, Tommy. Gutti einn eftir núna. Gutti nær þetta fyrsta en Midgard með seinasta frakkið og allt í einu fór þetta allt til fjandans í Ármanni. Heldur betur og já, þeir eru mjög ánægðir með þetta. Eftir að Gutti klíra á triple boostið, þá féll allt til helvítis. Aldrei klíra þetta triple boost aftur. Ég hef ekki séð þetta klíra svo lengi. Það mér fannst það eiginlega svolítið skemmtilegt. Ég hef ekki bara séð þetta í svo langa tíma.
Það var skemmtilegt. Ég veit ekki hvort ég myndi kommitta 3 mönnum bara til að bústa það, sko. Nei, en þetta ránd hins vegar mjög mikilvægt. Sá sem að tapa þessu rándi, hann verður ekki verið svo vel að spara í næsta rándi. Já, mikið undir hérna í rándi nummer 10, 6-3 fyrir Ármann. Þeir að sækja, en það er Hundsi sem fleygir þeim í hafið þarna. Algjörlega alls ekki góð byrjun fyrir IA að missa út 2 leikmenn leið og Hundsi lifir og 13 í líf og hérna þeir verða að ríða gressa, þeir verða að reyna að fá eitthvað tilbaka, finna Einar getur fundið annan. Óli Svoldur í vesinni hér, leysir það. Einar fallin núna, þessi grensa, já, hún ekki að frétta rosalega mikið en 4 á móti 2 akkurat núna. Hugmyndin góð en því miður þá voru IA, nei, það voru Ármann fyrirgeðu tilbúin í þetta. Ójá, og Hundsi maðurinn sem opnaði rándið, hann er að lappa út 5-una, hann er bara komin inn á A-side og hér heyrir hann allt. Hann heyrir í Jón, hann heyrir í vappunum á bækinu og hann hristast. Þetta er bara frítt fragg. Gerir ráð fyrir því ef að Jón fer, nei, Hundsi tekur örugglega að smókar headshot og Ármann vinna þetta ránd auðveldlega. Rándið sem að Jón fekk loksins vappan í hendunar. Já, hann er fallin leið. Já, en getur keypt hann aftur, ég misreiknaði mig harkalega. Ég fór bara á demantslestina það og ég reiknaði með því. Ég leiti ekki svona peningin. Ég bara, já, Jón hefur rétt fyrir sér hérna. En þú ert oftast kallaði reiknivélinn, það er ég ekki. Já, þetta er einhver Casio-vél hann. Já, gamla góða. Sinn kos og tann og allt það, ég veit ekki hvað þetta þýðir. Sko. Já, ég lærði það, er potið, sko. Já. En já, þeir taka taktikal time og tala hvernig þeir vilja kaupa hér. Midgard, hann er með usbu í höndunum, fær droppaðan M4. Jón kom með vappan, situr á 7 fröggum. Hérna vantar bara pingu playmaking. Já, vantar eitthvað. Þú veist, þeir eru að taka réttar ákvörðunina, að taka plássið saman og það er mjög gaman að sjá. Já, algjörlega. En vantar þetta. En sko það er alltaf einhvern veginn sama hjá IA. Það er annarkvort er Jón framalega í fjarka eða Hósit er framalega í 5 að leita að einhverjum pikum. Og Ármann, þeir eru bara búin að finna lyktina af því og gera ráð fyrir því. Eins og í síðasta rándi, þessi flössuðu bara í 5-una og fjarkan og... Ég var Jón að vinna þarna í Monster. Já, sniðugt smóka þetta ekki, Ármann gera 100% ráð fyrir að sé vappi og horfa á þessu línu. Það er bröðu tabli. Ójá. Clear out close shortið með Molla. Í kjölfarið þá ætlar Hundsi að leiða árásinni á B-sætið. Einar býst ekki við þessu, gerir ég ráð fyrir. Jú, hann er með puttan á púlsinu, búinn að finna einn, finnur hann Kraken líka, það gerir hann ekki. Nei, Midgard komin í rífrækið og nær ofvirk líka. Þetta er vappur sem liggur, Gutti og Póli Sóndar fer eftir. En höfum það bara Gutti einn og yfirgefin. Bomban liggur á viðinum hérna, beint á móti. Nýji maðurinn í Ármann, 1 á móti 4. Nær að taka upp bombuna hér. Nær að bakka. Ætla Jón hafi séð í bótina á rassásunum hjá Gutta. Það hugsa ég ekki. En Gutti róar þetta bara niður. Leifir bara Ármann að þetta er bara tactical timeout hér. Já, tactical timeout og hefur hérna 50 sekúndur jafnvel til að ræða sinna á milli. Já, bara engin spes peningur í rauninni á Ármann akkurat núna. Þeir gætu átt ágætis kaup á 2 og jafnvel 3 ef Gutti lifir þetta ránda af en þá fær hann að sjálfsögðu engan pening. En hann er með full util. Hann er með allt á sér. Algjörlega og hér reynir að finna Jón hér sem hann gerir ekki. Jón finnur Gutta og 4. rándi fyrir IA. Mikilvægt 4. ránd. Já, þurftu það eftir að Ármann voru að leika á alls 80 hér. Þá loksins náðu þeir öðru gunrándinu sínu. Já, loksins. Svipar svolítið til fyrirleik dagsins. Já, Dusty á móti FH. Það sem að FH voru, já, þeir náðu 3 gunrándum total og endaði 10-5 fyrir hálfleikur. En já, þar voru þeir að sjálfsögðu, voru þeir ekki termin þegar þeir gerðu það? Jú. Jú. Dusty sigruðu hnífa og byrjuðu City megin. Já. En já, ég hugsa að þeir vilja fá restina af rándunum. Þeir verða. Já. Þeir verða allavega að komast upp við þá hérna. Ef að þetta verður 8-7 fyrir
fyrir Ármann, þeir myndu vera bara heimilnefandi með það. Já, algjörlega. En það situr rosalega í mér þegar ég tapa á móti Triple G, Hoseter og Jón pluss 2 í viðbót í overpass. Við unnum á 12-3 í City og unnum síðan ekki rátt. Þannig að ég ætla aldrei að afskrifa Triple G og Co. Skemmtilegu smókur þarna til að Jón getur kíkt yfir. Hunsi Grensa kom frá City. Já. Góð Grensa. Algjörlega. Og eftirminnilega í þeim leik þá... Vá! Þetta var tvisvar í hausinn og þú sást ekki neitt. Gutti á 305 km hraða þarna fyrir hornið og hafði bara klálega betur. Reyndið aftur hér Jón með vappa í höndunum, verður að taka á stóru sínum hér, verður að hitta þessum skotum, finnur einn, leggar Pólis Wonder. Þetta er svo erfitt. Þetta hefði breytt mögulega rándunni ef hann hefði náð killuna á Pólis Wonder hér en Einar og Midgard 2 eftir. Þetta við séð áður, Tommy. Já, þetta er erfið niðurstaða og þarna mökkukaupið. Vá, þetta var hratt. Ég hef bara ekki séð hraðara pík með SMG bara lengi. Þetta var eitthvað hraðasta pík sem ég séð. Það var Ferrari pík. Minni mig á Santares, gamla góða. Já. Þegar hann var góður. Red Bull pík. Red Bull pík? Já. Það er svona í takti tíman allavega. Já, klálega. Og hér Midgard að finna hundsa en ekki næsta mann. Næstu því þegar hann fellur þó. Þessi bomburadíus. Hann er ótrúlegur. 8-4 fyrir Ármann og þeir koma strax tilbaka og resetta peningin hjá IA. Já. Ná að halda þetta 2 byssum og þar að leiðandi ná að framleiða einhvers konar kaupanna hjá sér en hérna þurfa þeir bara að byrja að berjast tilbaka. Já, hérna verða þeir bara að vinna síðustu rándin öll. Þetta er orðið svo ótrúlega dýrt og þeir eru ekki að strengja saman rándin. Það er engin... Já. Þeir eru bara að halda byssum og eitthvað. Já, það er vesen í Ópass. Þú verður að eiga pening í Ópass. Það bara verður sem City. Já. Ég hasta allavega 2 smókum í byrjun. Allavega. 2 mollum. Og það gerir bara leikinn svo 10 sinnum erfiðari ef þú átt ekki svo smók á þessum molla til að halda sætum í Ópass City. Skemmtilegt setup hérna á klósetum. Já. Hann bara er svo ótrúlega hraður hann hundi. Rosalega, en ekki hraður en Hoseter. Jón nær rífrækinn allavega og gerir þetta 3 á móti 4. Smókur þetta niður fjarkan og þá þarf hann að lifa. Og þetta gerir lífið töluvert auðveldara að vera í IA 1 í yfirtölu og það breytir helling í Ópass. Heldur betur, Jón meira að segja kom með frakk hérna á vappanum. Það er Kraken að fara að kalla fyrir sína menn. Þeir ætla að fara á æð. Já. Takt eftir Utilinu sem að situr á Triple G akkurat núna. Hann er með molla og hann er með flass. Já, og flassið gæti orðið virkilega gott. Mollin erfitt að nýta þessa stöðu. Þeir eiga 2 molla ennþá eftir. Sem er nokkuð galið. Flassi flög hjá Triple G akkurat núna. Og hér er mollin fyrir sæt. Verða náttúrulega smúki þetta. Kraken kemur í hlaupandinn á sæti ásamt liðsfélögum sínum. Jón með vappa finnur engan. Ofvirkur! Þetta var hauskot í gegnum smók. Og ofvirkur í þessum stöðum, hann nýtur sín. En hér, Midgard og Einar, minnst ég að satt þessu saman allavega 5 sinnum í þessu leik. 2 í rítekinu. Getur þetta rítek verið betra heldur en það seinna áðan. Kraken með vilt spreyðna en Midgard þá 1 á móti ofvirkur á 14 ábjö og gefur betur. Já. 9-4. Og það er ekki gott. Alls ekki gott. Það er helviti gott eða út í Ármann. Já, bara klálega. Klálega. Þetta lítur orðið virkilega vel út fyrir Ármann. 9 ránd í terr. Þú verður mjög sáttur að labba frá því borði. En gefum okkur 11 ránd í terr. Þú verður skemmtilega hlægjandi frá því borði. Já. Aldrei verið betri. En gamla góða 11-4. Getum ekki afskrifa það.
Gamla góða regla. Sonic's Rule. Var það law eða rule? Law. Demons law. Wow. Og Pólis Wonder, Hósitter með deglu svarar hæl, fær vappa í hendunar, en það engin leikmaður til að finna. Jú, Kraken galdraði sig þangað, vill hann taka vappan? Nei, ég held nú ekki. En þannig séð að geta í að pikka við vappan. Þannig séð, en Triple G að fá félagskap. Pólis Wonder ekki að fara að sitja á sínu. Nei. Það hann ekki að fara að gera, það þetta fyrsta, en þeir í nófunni syngja hinum einu vegginn. Midgard finnur Pólis Wonder. Mala gull þarna. Leitar að Longrange Nova, það veitir eitthvað gott nema á heitir Rín. Ég held þetta sé samt besta shotgunnið í Longrange. Aha. Ég held það. Áhugavert. Bara þessi tvö orð, þau bara fara ekki vel saman. Alls ekki, en þú veist, þegar ég tala versta shotgunni í Longrange eins og, þú veist, það besta rusl til að henda í ruslið, sko. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. En Ármann, þeir eru búin að henda ruslinu í ruslið og leiða 10-4 á móti IA. 10-4 og leita af 11-4. Já. Þar með demansreglan fullkomlega við Jón hins vegar. Hann með rétta hugmynd. Algjörlega. Smókar þetta, kaupir þetta smá tíma til að bakka úr tenginu ef hann vill gera svo, en ofvirkur. Finnur einnig kennur smók. Það allt að ganga upp. Hann horfði bara til Guðs, hvað gerir þér? Hann hleypur í klemmið þarna og finnur frakkið, ofvirkur komið. Einar, það allt að falla hérna í sundur og saman fyrir IA. Jón heldur í vappan sinn undrandi. Hvað gerðist hér? Hittir ekki hoppinu? Það lýsandi fyrir þennan leik. Hittir ekki hoppinu tvisvar en nærði í loftinu. Með þess að soundspottaðan og ofvirkur með hauskotið klárar þennan fyrri hálfleik á stæl og þar með orðið 11-4. Þetta rosalegt. Já. Getum við fengið skorbortið uppi í smástund? Það spurning. Ég sá svolítið skemmtilegt ofvirkur leiðir á 16-8. 16 kilum. Fengið skorbortið upp bara í smástund. Þarna, bingo. Ofvirkur, 16 kill. 13 ástæðmitt. Gutti, 13 kill. Þetta vappað-effektið. Já. Vappað-effektið sem við varst að tala Þetta þáttur í KD ratioið, þá hann samt bara að gera það bara gerir meiri skaða með riffil. Já, bara 100%. Og hérna pistóli hjá IA, 2 að bíða aftast í playground og meðan að lappa 3 tengið, Jón með bombur á bækinu, Líró tengið og þeir eru 3 og það ekkert að falla hér. Og klokkarnir eru bara ekki að finna frökkin. Hvað að gerast hjá IA? Á heiði. Þetta flawless round og þið koma 3 upp tengið. Þetta bara einfallega á ekki að gerast. Ég bara á ekki orð. Þá ekkert að falla með IA í þessu leik. Bara ekki neitt. Glokkan, hún beygluð. Þeir eru 3 á móti 2, finn ekki neitt. Ég bara... Það ekki eins og sérst í einhverju svaka advantage þegar þú ert í tenginu með uspu. Nefnir alltaf miða niður gangin, en þeir eru short range. Já, Glokkan á að vera 10 sinni betri í þessu situationi sem hún svo sannarlega en allt kom fyrir ekki og IA finn ekki neitt fyrir sem snúð. Triple G klórandi sér í hausnum, í stóra hausnum. Já. Það getur við gert. Það verið að klóra með einhverju meira heldur en bara fingrunum. Það notað einhverja klóru, sko. Það verið að leita að einhverju ströttum. Þannig að aftast í stóra pókanum, strattpókanum, stóru svörtu bókinni, mögulega. Svörtu bókinni? Já. Svarta strattbókin, gamla góða. Hún hefur sést á landi. Það? Já, en ekki frá Triple G, hins vegar. Hver með hana? Ónefndu maður? Já. Já. Man ekki hver það var. Gott eða var ekki... Critical? Bergur. Hætt? Nei. Deluxe? Nei, ég man ekki. Delicious? Delicious. Bingo. Bingo, bango, bongo. Yes. Bash, bosh. Skemmtilegt. Búst þarna hjá Jón og Midgard. Hér Gutti búinn að finna tásun og Midgard finnur hins vegar ekki killið nema hér. Það var að reloada og þeir falla 2. Já,
á ekki að geta skeiðið þessu en Hósendur farið að hóta og sjóttgun upp í hendunar og Jón MP9. Núna verið að hóta. Heldur betur Polish Wonder fyrir utan monsterinn. Þar 2 hér. Lágmark. Finnur fyrsta, næsti gefins og þriði líka. Tekur 3, Polish Wonder. Skiptir ekki átusokkunni. Nei. Segir bara nei takk, ég er Famasinn. Famasinn er góð í nýjalegir. 13-4 og sko 13-4 ef þið kláraði þetta alveg út og gerir það með stæl, vá hvað það er gott fyrir pluss mínus í hann. Já, bara 100%. Segjum ef þetta fyrir 16-4 þá eru Ármann bara í mjög góðri stöðu upp á skorbortið að gera í tildinni. Stigataflan, gamla góða. En það er góð, heldur betur, Triple G tekur hann niður 70 en það er Polish Wonder sem að fær að taka stóra sínum hérna. Mollin er virkilega góð, þeir býða bara, vilja ekki henda molla í þetta, nei Smokey í mollan hana. Flassið mjög gott, Polish Wonder störflindur og 3 finnur hann meira. Nei, gerir það ekki, gráður hann að koma sér á 3 en það er bara feysað meira. Hund sé að gerast kræfur. Einar á 1 HP. Slapp þarna út úr þessu og það er bara næsti. Ofvirkur að taka fætinn, það er allt sjálfströst í heiminum Ármannsmegin. Þeir vita líka að þeir eru bara með hnífinn uppi að labba í áttina. Og hér, þú veist, hvernig lifir Gutti þetta af? Ótrúlegt, það er allt að falla Ármannsmegin í þessu leik. Nema mögulega þetta Ofvirkur. Býtu nú við, hann steppar þarna vel, Triple G, heyrir hann ekki í þessu? En hljóðið, náttúrulega, Tómi, það er búið að breytast líka spurning hvort að Ofvirkur hlaupi hérna eitthvað fljótlega því að þá heyrir Triple G í þessu en hérna! Spotta hann. Sástu, hann var ekki inn að spá í þessu. Hann var ekki alveg að gera sig grein fyrir þessu. Það er hnífurinn uppi. Ofvirkur, hann er með bros eyrnan á milli núna. Ég er að fara í nammipokan, fæ ég 2. Missti hann af þeim eða hvað. Labba sjórströðið, veit af þeim þar. Og sjáu, krakken stila þessu killum. Þetta er að Ofvirkur er búin að labba 300 kilometra. Þetta er svo leiðilegt át Ofvirkur. En vissulega, þetta er liðsleikur. Hann var komið með allar upplýsingar þar. Ármann vissu nákvæmlega hvar þeir voru niður komnir. Ó já. Og sko, ég heyrði bara krakken telja niður. Hann spottaði á þarna fyrir þessum. Já, 3, 2, 1. Opna hurðina, 2 kill. Meira þess að getur haldið niður í takkanum og ítt á sko. Já. Það er bara ekkert við þetta. En það er 14-4 stað núna. Grensurnar skipta engu máli. Þeir ætla að taka tengi á þessunni. Gutti, hann bara leitar. Snúkurinn kemur á það niður og hann ætlar út á sjortið að reyna að finna eitthvað. Algjörlega diglur í öllum höndum í að kemur í gegnum mollan og finnur frækki. Já, Ofvirkur feldur, maður sem er búinn að vera svona atkvæðamestur hjá Ármann. Hér, krakken að leita, finnur hann meira. Með hjálp í Polish Wonder niður í tenginu og hann tekur Triple G út, tekur meira þess að Jón og þá er þetta 2. Einar ætlaði að næla sér í Famasinn þarna en Midgard, hann er komin inn á BSL, hleypur hér. Þeir heyra þetta, slítur að vera, krakken. Hvergi niður komin hérna, en það er spurningi, ég held að veit ekki af bombunni. Nei, ég hugsa ekki. Hann er bara í fountain, bara í hérna, já, gósbrunnin, góða og krakken. Það er hauskotinn á Midgard og já, það eru krakken og Midgard. Þetta eru 2 svona, 2 skepnur. Ó, já. En mér finnst ég ekki vera búinn að sjá nóg frá Midgard. Mér finnst hann eftir að hafa séð hvernig hann var sem ungliði í deildinni. Þá finnst mér að vanta ennþá hellingu upp á. Mér finnst hann ekki alveg komið tilbaka. Þú veist, það vantar ennþá þetta stjörnupower frá honum. Ég skal alveg vera 100% samanlægir þar. Það er ekki mikið. Hér er Midgard að leita, finnur ekkert nema kúlunar frá Gutta. Það leita að opnunarna til að gera þetta aðeins auðveldara fyrir sína menn, en gerir þetta bara erfiðara. Hins vegar Ofvirkur í 5-unni. Geigar á skotinu þarna, bregst búalistinn og þarf að bakka. Nei, hann ætlar ekki að bakka, hann ætlar bara aðeins að henda nokkur util og koma sér fyrir einhvers staðar annars staðar og finna opnanir. Ó, já. Þarna bakka. Algjörlega vita að þeir eiga
Hvað, 9 ránd inni? Það er 9, 11, nei ég veit það ekki, ég kann ekki að telja. Hættu þessu. En já, þeir verða bara að vinna restan af rándunum, svo einfalt er það. Molly í Monster fara ekki út þetta í 7 sekúndur. Hér koma þær plastið. Glæsilegt, hann er komið 2 nær með þessa reloadinu, 5 HP, það er meira en nóg fyrir Pólus Volter, eða hvað, nei. Gutti komin í hjálpuna og þar höfum við það. Það er 16-4, það er algjörlega niðurlæging hérna á IA Ármann. Þetta, já, ég bara veit ekki hvað skal segja í að drulla í degið, Tommy. Já, það verður bara að segjast. Það er bara hárrétt orðatiltæki til að nota hérna, því að af 2 leikjum hérna, þá vorum við að fylgjast með þessum og sjá hvað hvar þeir standa í töflinu og já, þrátt fyrir að þeir sé að þeir hafi farið með, já, til dæmis sigra FH 16-11 í Vertigo. Vertigo náttúrulega heimamappi á IA. Já. Bara á sér leveli þar. Hvar eru þeir annars staðar að krækja sér í stig? Ekki Overpass. Ekki Overpass og ég meina að þeir eru ekki búin að gera það í Mirage. Nei. Ekki Ancient vissulega á móti Dusty sem að er töluvert fyrir ofan þeirra akkurat núna allavega. Já, allavega svolítið langt fyrir ofan þeirra Kaliber eins og staðan er núna. Já. En ég var ekki að búast til 16-4 sérstaklega eftir þess að Overpass pick. Veistu, þegar ég horfi á svona stóru sigrana sem að Ármann kom með, þeir voru fyrsta liði til að vinna 16-0, það var reyndar í Núk, en þeir eru 100% lið sem að geta komist upp með svona hluti. Bara 100% og Ármann að sýna það bara aftur hvað þetta er mikil vél. Bara leið og eru konum með sjálfstrústi eins og við sáum bara í leiknum, bara farnir að pussa, taka fæta, út eða þeir vita bara að þeir hafa betur. Er Ármann liðið til að horfa á núna? Er þetta lið fólksins? Já, ég myndi segja það. Tension er vel með í þeim póka. Já, svona skemmtilegir, já við getum alltaf kallað á uppsettlið lengur, ég meina þetta eru lið sem eru í í öðru, 3. og 4. sæti hérna einhvers staðar í kring og eru bara að púsla saman hellingar rándum. Algjörlega, en vissulega, ég skal gefa ykkur það. Já, ég skal gefa þið það. Að erfiðasta liðið sem að Ármann eru búin að mæta er Þór og þeir tapa móti þeim. Já, algjörlega. Sem að, það er ennþá spurningamerki eftir með hinn liðin, Tension, Dusty. Það verður gaman að sjá það á móti þeim liðum. En gefið, við skulum ennþá hann að pæla í því að Ármann, þeir eru, þú ert búinn að vinna svo mikla vinnu þegar þú sigrar þessi lið sem er búist við á sigrir. Já, algjörlega. Þeir eru búin að sigra Blika, IBVF, Sögu og núna hérna í kvöld IA. Þannig að þetta eru hellingastigum þetta eru 8 stig á Mersa. Og talandi um stig, við skulum kíkja á stöðutöfluna. Beint í stigatöfluna. Og hér sjáum við það, Ármann, þeir eru konum með 8 stig, 24 ránd í pluss sem að er bara helviti gott. Já, alveg klálega. Eins og við sjáum Þór, þeir sitja á 16, eiga reynda leik til góða, en 24 í pluss, það er slatti. Það er helvitis hellingur, það er bara hannig. Tension eiga líka leik núna á 5. daginn. IA hins vegar sitja með sárt ennið sem og FH eftir þessa þriðjudags opnunarleiki. Já. Saga, Blikar, Atlantic og IBF þar á eftir. Algjörlega, við getum séð þessi 2 lið, Þór og Tension, stinga svolítið af frá restinni ef að bæði lið vinna sína leiki. Ég held að þessi ekki á móti ykkur öðrum. Áður en við kíkjum á dagskránna á 5. daginn, þá langar maður að fá frá þér. Hver var maður leiksins hérna í þessu Overpass rústi? Gutti. Mér finnst hann vera rosalega mikið einhvern veginn involveraður í flest allt. Já. Og meðan Pólus Volter aftur vera rosalega mikið involveraður í allt. Já. Þú veist, ég held að það hefði verið jafnir í endan í killum. En meðan Gutti, hann svona stóð aðeins útur. Já, það er bara, ég skal bakka upp þar. Bara 2 flotti leikmenn, en Gutti tekur sigurinn. Já. Já, flott. Við eigum dagskrána fyrir 5. daginn
og hér kemur hún Atlantic IBVF og Atlantic að leita að tveim öðrum stigum til að bæta við og tvöfalda sitt magn. Tension Saga, áhugavert matchup þar og við lokum síðan á Þór Blikar. Þór Breiðablik. Vá, það gæti orðið alvöru leikur. Þetta er skemmtileg umferð, hún leynir á sér. Já, algjörlega. Leynir klálega á sér. Og síðan enn og aftur, ég ætla að minna á ofur laugardaginn okkar sem að verður hérna á sjokker á laugardaginn. Super Saturday. Já, þá verður heil umferð sem að verður spiluð þar. Öll lið spila einu sinni, þar að segja við ætlum að byrja klukkan 17:00 eða klukkan 5. Það verður líf og fjör hérna í Arena. Við verðum með gesti í settinu. Það kemur í ljós hverju það eru. En það er bara líf og fjör þangað til. Já. Við þökkum fyrir okkur hérna í kvöld frá stúdíónu hérna í Arena. Þá býð ég góða nótt og við sjáumst á fimmtudaginn.